Já, velkomin á Rauðaborðinu á Samstöðinni. Það verður margt til umfjöllunar hér í kvöld eins og oft áður. Við ætlum að enda þáttinn á trúarbragðastríði. Kannski rekur mörgugar minni til þess að fyrr á öldinni að þá var harðar deilt trúarbrögð, þá voru vantrú var að vaxa og margir trúleysingjar voru að gagnrýna fyrirferð kristinnar kirkju í íslensku samfélagi. Kristinn Theódórsson var einn af þeim, hann kemur hingað til mín í lok þáttarins, hann hefur skrifað greinar á Vísi þar sem hann er að fjalla um þennan tíma og verið svolítið svona gagnrýnin á sína afstöðu sem hann flaggaði þá, sem er kannski vísindahyggja eða raunhyggja, sem hann telur að sé kannski full svona innihalds lítil lífsafstaða til þess að allir geti tekið hann upp og ekkert annað verið leyft í samfélaginu eins og stundum mátti ætla á hinum herskáu guðleysingum þá. Kemur allt í ljós í lok þáttarins. Aðalmál dagsins í dag og kannski undanfarna daga hefur verið vaxandi umræða þingmanna, eða fyrst og fremst kannski ráðherra Sjálfstæðisflokksins flóttamanna vandan sem þeir kalla svo. Hvernig fjölgun flóttamanna er að sliga innviði og grunnkerfi samfélagsins. Ég fæ hingað fólk sem að þekki til þessara mála eða þekki til grunninnviðanna og flóttamanna. Kemur hingað Nína Helgadóttir sem er teymistjóri í Rauða krossinum, Magnús Þór Jónsson sem er formaður Kennarasambandsins og Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður Leigjendasamtakanna og ég ætla að tala við þau það hvort það voru það flóttamennirnir sem að sliguðu grunnkerfin okkar eða voru grunnkerfin kannski svolítið veik fyrir áður en flóttamennir koma. Þorvaldur Gylfason kemur hingað, alltaf gaman að fá hann í heimsókn. Nú ætlar hann að halda þig fram að það sé bara fínt að Ísland sé lítið land, þannig að smáríki standa sig almennt miklu betur heldur en stærri ríki. Þetta var ekki bara Ísland, heldur líka nágrannar okkar, Grænlandi og Færeyjum og fleira. Ég ætla að spurja Þorvald út í þetta, sem að margir telja að vera helstu annmarka á Íslandi, að við séum bara ekki nógu mörg. Það hefur oft talað gjá milli þings og þjóðar og Eva H. Önnudóttir kemur hérna, hún hefur verið að rannsaka þetta, afstöðu kjósenda og frambjóðenda og ég ætla aðeins að tala við hana þær niðurstöður. Hvort að sé þannig að frambjóðendurnir sem enda inn á þingi séu allt öðruvísi, heldur kjósendurnir sem allt öðruvísi viðhorf. En við ætlum að byrja á því að segja fréttir. Og í fréttum er það náttúrulega helst að Guðrún Hafsteinsdóttir er loksins orðin dómsmálaráðherra, búin að vera lengi á leiðinni. En það var kannski ekki svona það sem var merkilegast í þessum fréttum, heldur var það einmitt áherslan á flóttamannamál. Guðrún sagði sjálf að flóttamannamálin væri komin á þolmörkum í útlendingamálum og hún tók það mjög skýrt fram að hún myndi fylgja stefnu Sjálfstæðisflokksins sem er svo stefna sem að Jón Gunnarsson rak í sinni tíð og það er engin breyting í þessum málum. Þeim áherslu sem að Jón hafi lagt inn í ráðuneytinu verður áfram hennar. Og Bjarni Benediktsson, hann talaði líka á sömu nótum þegar hann kom á Bessastaði. Hann sagði að Alþingi hefði brugðist vegna þess að Alþingi hefði ekki tekist að afgreiða þau mál sem að Jón hafði lagt fram. Þetta er kannski svona einhver vildi pæla kannski í þessu hvað þetta snýst, hvernig lýðræðis hugsun þetta er, að Alþingi beri að afgreiða mál sem að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins samþykkir og tekst að komast í gegnum ríkisstjórn, að Alþingi ber að samþykkja það. Bjarni var eiginlega á því að Alþingi hefði brugðist og það veri komið í algjört óefni. Hann var spurður út í það, en er ekki ástæðan fyrir því að þetta næst ekki í gegn er að það er ekki samstaða í ríkisstjórn. Hann sagði nei, það er ágætis samstaða í ríkisstjórninni og það mátti skilja það sem svo að hann og Katrín hefðu komist að einhverju svona samkomulagi hvernig þetta afgreiða þessi mál sem að síðan hafi ekki reynst vera þrek inn í líklega þingflokki VG til þess að klára. Jón er hættur og hann birti mynd af sér, hann er nú reifur hérna með köllunum sínum. Þetta eru aðstofamennirnir hans. Hann er hérna Ingvar Smári Birgisson, heitir þessi ungi, en þessi gamli heitir Brynjar Níelsson og er þjóðþekktur maður. Sko, það sem er merkilegt við þennan dag og kannski síðustu daga er að Jón eftir því sem að leið á því að hann myndi yfirgefa ráðuneytið þá svona gaf hann alltaf í. Hann var alltaf svona herskári í útlendingamálum og lögreglumálum og öðru slíku og
það er augljóst af deginum að Bjarni Benediktsson og Guðrún Hafsteinsdóttir hefur fundið fyrir þessu, þannig að erindi Sjálfstæðisflokksins á þessum degi var alltaf það að þó að Jón var að fara þá myndi stefna Jóns halda áfram. Það var eiginlega, mátti segja svo að Jón hafi sko tapað stólnum í dag en hann hafi unnið algjöra allslemmu í öllum sínum áherslum í flóttamannamálum og fleiri málum, lögreglumálum og öðru slíku. Það er eiginlega niðurstaða þessa dags. En það var nú hugmynd ríkisstjórnarinnar líklega að þetta myndi snúast 19. júní. Það í dag eru 108 ár liðin síðan að konur fengu kosningarétt og fátækari karlar. Það nú mynd af slíkum hátíðarhaldur sem hefur fagnað þessu. Þetta er náttúrulega rísa áföngum í mannréttindabaráttu síðustu aldar að kosningaréttur var almennur, hann var ekki hugmyndi svo að hann var almennan, heldur var fólk að vera orðið fertugt ef það var blánt eða var kona til þess að fá að kjósa. Það voru ríkari kallar sem áttu áfram að halda tögnunhaldinar. Af þessum ráðagerð varð reyndar ekki vegna þess að Danir sættu sig ekki við þetta og nyttu í íslensk stjórnvöld til þess að flýta að trappa niður, þannig að það var mjög fljótlega 25 ára gamlir sem fengu að kjósa. En það má velta þessu fyrir sér hvað ríkisstjórnin sá eiginlega fyrir sér að kæmi út úr þessum degi að í tilefni 19. júní þessum minnisvarða í lýðræðis sókn þjóðarinnar hinna kúuðu og undirókuðu að það yrði fögnuðu með að Guðrún Hafsteinsdóttir erfingi kjöris í Hveragerði yrði gerða ráðherra. En það einhvern veginn varð úr þessum degi miklu frekar að þetta var dagur þar sem að flóttamannamál sem hafa lengi verið utan deglunar á Íslandi voru sett í miðju íslenska stjórnmála af stærsta flokknum. En það mynd þarna af þeim saman Jóni og Guðrúnu svona framan af og ástæðan fyrir því að Bjarni kynnti þetta í upphafi var það að það væri komið tími á að Sunnlendingar fengju þingmann, að þeir ættu það inni og ég lék mér nú að því að reikna það, ég get lesið inn á samstöðinni hvað eru margir kjósendur á baku hvert ráðherra og málið var það að samkvæmt öllum svona hefðbundnum aðferðum að þá er það maður sem er númer 2 fær helminginn af atkvæðunum í hverju kjördæmi, maður númer 1 fær öll. Þá var Jón Gunnarsson næst fylgismesti ráðherrann sem að sat í ríkisstjórn. Ef að hefði átt að láta það ráða hverjir koma með flest atkvæði með sér þá hefði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir í norðvestri átt að víkja. Það er nú önnur saga. Herðu, það er Paul Watson komin til landsins. Þetta nú gömul mynd á honum. Hann var svona landsins forni fjandi árum áður. Hann kom fyrst til Íslands 1988. Það er óralangt síðan og þá var hann svona einn af þessum mönnum sem að Íslendingar elskuðu að hata. Ég held að það sé ekki svo. Ég held að fylgi Íslendinga við hvalveiðar sé orðið það lítil að það sé enginn sem að sér myndir af Paul Watson í dag og fussi. Annað merkilegt gerist í dag að BSRB samþykkti kjarasamningana með miklu meirihluta. Þetta var stórkostlegur sigur fyrir BSRB. Þau fóru í verkfall og náðu eiginlega fram næstuð í öllum sínum kröfum. Þetta var samþykkt með miklu meirihluta, allt upp í 96% í Vestmannaeyjum og Austurlandi en 88% í Seltjarnarnesi og í Garðabæ. Það var minnsta fylgi þar, en yfirgnæfandi meirihluti samt í þessum sjálfstæðis bæjarfélögum. Í útlöndum er það að helsta frétta að það voru 9 dregnir fyrir dóm í Grikklandi vegna sjóslysins sem að var helgina. Þetta er sko, það veit ekki hvað eru margir borð. Það eru tölur allt frá 400 upp í 750 borð. En það er vitað að það tókst bara að bjarga 104. Þannig þegar það verið að tala hafi 79 farist þá er það líkin sem hafa fundist. Það eru líklega sko hundruðir sem eru ennþá hafsbotni á 5 km dýpi. Það líklega hafa farist þarna 300 til 650 manns. Þannig þetta er með allra stærstu sjóslysum. Þetta er líklega stærsta sjóslys í Evrópu á þessari öld. Þannig þetta er hryllilegt slys og það eru núna í gangi rannsóknir og athuganir og ásakanir í Grikklandi að það hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta, að gríska landhelgisgæslan hefði staðið sig afleiðlega illa. Við munum örugglega fylgjast með þessum málum áfram. Af útlöndum er það líka frétta að gagnarósin í Úkraínu, þessum Úkraínuherinn margboðaða gagnárós, hún gengur ekki vel. Það er
Það núna bara viðurkennt í meginströms fjölmiðlum. Við fjölluðum þetta, ég og Tjörfi Sjött hérna fyrir viku síðan, þar sem við vorum að fjalla gagnarásin og hann benti á hversu erfið hún var og verkefnið að brjótast í gegnum þrefalda varnarlínu Rússa sem að þeir höfðu verið að reisa upp í allan vetur og hafa margra áratuga reynslu af svona hernaði, að þetta verkefni væri bara svo hrikalega stórt að það væri hálfskeitt fílmska að ætlast til einhverju skyndi árangri hjá Úkraínu her. Það fréttir úr viðskiptalífinu að Austurhöfn, það eru fyrirtæki sem að byggði nokkur hús niður á Höfn, var að greiða eigendur sínum 2,5 milljarða. Fyrirtæki eigu Eggert Dagbjörnssonar og Hreggus Jónssonar, þeir eiga mest af þessu 79%, þannig að þeir voru að fá í dag ákvörðun það að fá sikkvot miljardinn hvorum sig. Þetta fyrir það að hafa byggt þessi hús og selt þetta er gríðarlegu peningur ef ég myndi láta ykkur fá 1 milljón á dag þá tæki ég mig næstu í 7 ár að láta ykkur fá 2,5 miljard, þannig að þetta er umtalsverðu peningar. Þessu tengt að þá birtum við á samstöðinni frásögn af Valgerði Margréti Gunnarsdóttur sem að er ein af þeim sem að hefur lent í tekjutengingunum sem eru neðst hjá þeim sem eru með lægstu tekjurnar. Hún var með húsnæðisbætur og þurfti á þeim að halda til þess að geta lifað af. Yngri sonurinn var í skóla og hún leyfði honum að búa hjá sér á meðan hann var að reyna að koma sér án námslána í gegnum iðnskólann, þannig að hann vann eitthvað pínlítið. Það dugði til þess að þau voru 2 fullorðna heimili og með of tekjur, þannig að hún fær engar húsnæðisbætur og þarf að sætta sig skyndilega við það. Þetta eru umtalsverðir peningar, yfir 40 skall á mánuði sem hverfur úr peningarnir sem hún hafði líklega til þess að lifa af seinni hluta mánaðarins. En við ætlum að enda hérna með því að vísa aftur inn á fréttir samstöðunar. Þar er Karl Héðinn, hann fer út á hverjum degi og talar við almenning. Í dag var hann að spurja hvernig fólki litist á Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem dómsmálaráðherra og við skulum sjá pínlítið sýnisotn af því þegar meðan að Eva á Önnudóttir kemur sér hérna fyrir og svo hvet ég fólk til þess að kíkja á samstöðun.is og sjá afstöðu fleiri á götunni til Guðrúnar Hafsteinsdóttur. Já, nú í morgun tók Guðrún Hafsteinsdóttir við sem dómsmálaráðherra af Jón Gunnarsinni. Hvernig líst þér á Guðrúnu? Mér líst vel á hana. Bara fjölga kvenfólkinu. Það kann að stýra landinu. Er eitthvað tiltekið sem hún hefur sagt sem að þú hrifin af? Nei, ég held að þetta sé bara svona góð kona og getur alveg stjórnað hans á kallanir. Það bara að vera allt of mikil frekja í kallmannum eins og hefur verið í borgarstjórn. Já, nú var Guðrún Hafsteinsdóttir að taka við sem dómsmálaráðherra Jóni Gunnarsinni. Hvernig líst þér á hana? Mér finnst hún nú skárri en Jón, en ég hef aðra skoðanir hún. Hún sagði í morgun að útlendingamálin var þau brýnustu á landinu, að velferðarkerfin okkar ráði ekki við álagið. Finnst þér þetta rétt greining hjá henni? Já, ég hugsa þetta sé rétt greining, en stjórnin þarf bara að taka sér taki í þessu málum. Já, ég ætla að tala við Eva Önnudóttur munin á kjósendum og frambjóðendum, afstöðu þeirra, kannski, ég veit ekki út að þetta sé gjáin milli þings og þjóðar. Við notum það í kynningu. Þetta er nú frægt hugtak. Er þetta ekki Ólafur Ragnar sem bjóta til? Þetta var ekki til áður, eða? Já, það var allavega það er verið að vísa til hans orða í þessu heiti. Já, milli þings og þjóðar. Herðu, en á það því að það eru stór tíðindi í pólitíkinni með að þessi verið skipt út ráðherra, eða ekki? Skiptir það máli hvort að Guðrún er ráðherra eða Jón? Sko, miðað við það sem hún er búin að segja sjálf og þá ætlar hún ætlar að halda áfram að vinna þeim málefnum sem að Jón hefur verið að vinna að undanfarna mánuði. Já, með hans áherslum. Með hans áherslum, allavega þeim málefnum sem hann var byrjaður á. Þannig að því leyti að þá myndi maður halda að það verði engin veruleg stefnubreyting hjá dómsmálaráðuneytinu með þau mál sem hafa verið þar í gangi. En það er alltaf komin önnur manneskja í brúna, þannig að við höfum kannski eftir að leyfin að sína hvernig hún ætlar að gera þetta. Já, það tekur nokkuð tíma ekki að koma sér fyrir í ráðuneytinu. Oftar er nú þannig að áður en þú áttar þig að þá er einhvern veginn ráðuneyti búið að ná til stjórnum á ráðherrunum og þeir verða eins og kynningafulltrúar ráðuneytisins.
Já, það er stundum sagt og svo líka stundum sagt að taki svona 1-2 ár að komast inn í nýtt starf. Já. Þannig að En ég veit ekki hvort að það er við endilega ráðherrana en að sjálfsögða þannig að það tekur tíma að koma sér fyrir í nýju starfi og það á við kjörna fulltrúa eins og alla aðra. En þú varst að kanna munin á afstöðu frambjóðanda og kjósenda? Já. Af hverju? Já, þetta er þetta er hluti af bók sem að ég er að vinna á samt fleirum, Agnari Frey og Jóni Gunnar Ólasinni, Huldu Þórus og Ólafur Þórn Harðar. Við sem stýrum íslensku kosningarannsókninni og við erum að skrifa bók íslenska kjósendur og stjórnmálaflokka á íslensku og handrita á að vera tilbúið í haust. Og þessi kafli sem að við köllum er gjá á milli þings og þjóðar, spurningamerki, að þar erum við að skoða hversu mikið samræmi er á milli kjósendaflokkana og frambjóðendaflokkana þegar kemur til dæmis að hvar þeir eru staðsettur á vinstri hægri og hvernig eða þau vilja forgangsraða málefnum. Hvernig mælirðu það? Hvar ykkur er á skalanum vinstri hægri? Þetta er sjálf sjúkdómsgreinandi? Já, þetta er sjálf sjúkdómsgreinandi, algjörlega. Það sem við gerum þarna er að við notum þessi gögn úr íslensk kosningarannsókninni, það sem að kjósendur eru beðnir að staðsýta sig á þessum vinstri hægri skala. Frá 0 til 10, 0 er vinstri og 10 er hægri. Svo erum við líka með könnun þar sem við spurjum frambjóðendur ýmissa spurninga og þar meðal annars þá biðjum við að staðsýta sinn flokk á þessum sama kvarða. Þannig að það er basically mælingin sem við erum að nota þarna. Það sem að við sjáum náttúrulega, kemur ekki á óvart ef maður skoðar í raun og veru bara hvar frambjóðendur staðsetja sig heilt yfir, bursi frá í hvað flokk þeir eru og kjósendur, að þá eru frambjóðendur kannski miklu líklegri til þess að vera lengra út á jaðrana heldur en kjósendur. Langflestir í miðjunni en þeir dreifa sig meira jafnt yfir og það er náttúrulega bara eðlilegt. Af hverju það eðlilegt? Það er eðlilegt að við lítum svo á að flokkarnir raða sig frá vinstri til hægri. Kjósendur það er stærri hópur kjósenda sem að staðsetja sig á miðjuna heldur en frambjóðendur. Það eru líka kjósendur sem staðsetja sig út á jaðrana. Og þetta með þessa svona miðjusekni ákveðins hóps kjósenda, það er kannski helst verið nefndar 2 ástæður. Einu svo að það eru bara hluti af kjósendum sem eru á miðjunni. Og svo hinn kannski svo að þeir sem að kannski hafa minni áhuga stjórnmálum þeir eru kannski frekar segja bara ég er hérna einhvers staðar á miðjunni. Svo er oft þannig að fólki finnst að vera svona normal, svona í miðjunni, svona dæmigert. Já, fyrir sumum geti það verið svona kannski svona diplomatist og kannski flakka hérna einhvers staðar á milli, hægri vinstri við miðjuna. En annað sem við gerum í sem En eitt sem þú sagðir áðan að þú spyrð fólk hvar staðsetur þig og svo hvar staðsetur flokkin sem að þú kýst. Hittir fólk ekki á réttan stað fyrir flokkin sem að kýs? Jú, við spurjum, í þessu sem við erum að kynna, setjum fram í svona bókakafla, þá erum við að nota hvar kjósendur staðsetja sig og svo hvar frambjóðendur staðsetja sinn flokk. Og svo getum við skoða þetta, hvar kjósendur VG staðsetja sig og kjósendur Sjálfstæðisflokksins og svo framvegis og borið það saman. En svo erum við líka með spurningar þar sem við biðjum kjósendur að staðsetja flokkana, þar sem þú varst að spurja og frambjóðendur að staðsetja sjálfa sig og fleiri í þeim dúr. Og þegar við skoðum hvernig kjósendur staðsetja flokkana, að þá er svona ákveðin tilhneiging að kjósendur sem eru til vinstri, að þeir hafa svona tilhneigingu til að toga sinn flokk til sín, er að staðsetja sig svolítið nálægt honum og ýta öðrum sem eru kannski svona andstæðingar frá sér. En svona heilt yfir eru kjósendur að staðsetja flokkana svona nokkurn veginn, ef maður getur orðað rétt, þetta er náttúrulega alltaf eitthvað skali og nálgun. Út frá sinni eigin stöðu. Út frá sinni eigin stöðu. Það er engin vinstri maður að kjósa sótsvartan hægri flokk, þannig að menn eru nálagt. Samkvæmt þessum gögnum mjög fáir og auðvitað sjáum við svona einstaka dæmi þar sem að einhver sem er lengst til vinstri hefur kosið lengst til hægri en þá dettur mann í huga þessi bara einhver sem hafa miskil spurninguna. En við sjáum þess að það er töluvert samræmi þarna á milli. Það er að segja bæði kjósendur og frambjóðendur eru svona nokkurn veginn á sömu miðum og það þýðir að jafnvel þó svo sumir segja að þessi kvarði sé úr sér gengin eða gamaldags eða skipti ekki jafn miklu máli og áður, að þá sjáum við samt sem áður að kjósendur og frambjóðendur flokkana
leggja alveg það mikla merkingu í hann að þeir geta staðsett sig og aðra flokka nokkurn veginn. Hvaða merking er það? Þetta er náttúrulega gamalt svona stjætta stjórnmála greining, það er vinstri og hægri. Já. Er það þannig? En síðan náttúrulega til þess að í Ameríku, ef þú segir vinstri og hægri, þá er verið að tala allt annað. Það er allt önnur vídd þar. Eins og hún er merkingin sem við leggjum í hana hér á Íslandi, bæði kjósendur og frambjóðendur og líka víða í Evrópu, að þá snýst þetta í raun og veru velferð og markaðsfrelsi, hversu mikla áherslu á að leggja á velferð og jöfnuð, markaðsfrelsi og sem minnst afskipti af atvinnulífinu. Og það er gögn sem sýna fram á það að bæði kjósendur og frambjóðendur flokkana skilja þetta nokkurn veginn eins innan sama ríkis. Svo sjáum við til dæmis í Austur-Evrópu, þar sem vinstri hægri hefur aðeins öðruvísi merkingu heldur en hér, að það er samt sem að sami skilningur á milli flokkana og kjósenda hvarðin eða þessi vídd snýst. Þannig að þið fundu ekki, þetta er ekki gjá, þetta er bara alla sprunga sem að þið fundust? Já, það sem er eiginlega í raun og veru gagnlegast að reyna að svara þeirri spurningu hvort það sé eitthvað svona gjá á milli þings og þjóðar eins og kaflinn heitir, og þetta er náttúrulega bara svona flott kaflaheiti, maður getur orðað þannig, að það er að skoða kjósendur VG og frambjóðendur VG, kjósendur Sjálfstæðisflokksins og kjósendur og frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins og svo framvegis. Og þá sjáum við eins og þú segir að það er bara nokkuð gott samræmi þarna á milli, maður getur orðað það svo, nema kannski síst fyrir Vinstri græna. Og finnst kjósendur þá flokkur að vera hægri? Meira til hægri eða hvað, hvernig birtist þetta? Eða er það með málefna áherslur eða? Sko kjósendur, frambjóðendur Vinstri grænna staðsetja miklu lengri til vinstri heldur en kjósendur flokksins gera og staðsetja sér sjálfa sér til vinstri. Og það bendir til þess að í síðustu kosningum, þetta er náttúrulega gögn frá því eftir síðustu kosningar 2021, að róttækustu kjósendur VG hafi yfirgefið flokkin. Þannig að þetta er raun og bara staðfestir það sem að hefur verið fleygt fram í umræðinni. Þannig að frambjóðendur hefðu kannski hitt, ef orðum þannig, á réttan stað í kosningu 2017 eða 16 eða 13 eða 2009 en síður 2021. Já, eða hreinlega að þeir kjósendur sem staðsetja sig sjálfa sér lengst til vinstri, þeir kusa ekki flokkin. Já, þannig að þeir mælist ekki. Þannig að allt í einu eru núna frambjóðendur VG til vinstri við þeirra sjálfsmynd, eða til vinstri við sjálfsmynd kjósendurna sem situ eftir og eru kjósa. Já, það er þannig. Já, þetta er svolítið mikil breyting. En þegar maður ræðir við Íslendinga pólitík, þá upplifir maður þessa gjá. Maður upplifir svona vantrú á stjórnmálaflokkum. Ég held að við getum í samanburði við aðra þjóðir sambandi við traust á þjóðþinginu er eiginlega lakara hér. Þú ert að fara svolítið austur og suður til þess að finna samanburð. Af hverju náið ekki að mæla þetta? Er kannski mælitækin eru sem að þið eru að nota, ná ekki utan þetta svona vantraust sem að, já, þið kannski spyrjið heldur ekki fólki sem að er óákveðið eða kaus ekki eða hvað? Jú, við spyrjum fólk traust til stjórnmálamanna og 2021 líka til þings og flokka ef ég man rétt. Og þegar við skoðum þær spurningar og kjósendur flokkana, að þá sjáum við skýran mun á milli flokkana sem eru í ríkisstjórn, í raun og veru á milli gömlu flokkana 4 og nýju flokkana. Þannig að þeir kjósendur sem að kjósa gamla fjórflokkin eða þessa gömlu 4 flokka, að þeir eru miklu líklegir til þess að treysta stjórnmálamönnum og þinginu heldur en kjósendur nýju flokkana. Kjósendur kerfisflokksins, kerfisflokkana, treysta kerfinu. Já. En hinir sem eru, það reyndar mælist Samfylkingin núna hátt þannig að maður tekur fjórflokkinn að þá var hann kannski, hann er kannski á svipaðri stöðu, en hann hefur dottið alveg niður í 60% fylgi, gömlu flokkarnir í könnunum. Já, samanlagt fylgi. Já, samanlagt. Já, og það er náttúrulega ekkert af sem áður var, það er ekkert af sem áður var, það er fjórflokkurinn er ekkert að fara... Nei, hann var í 90 hann var alltaf í 90, pluss mínus eitthvað. En það er farið af honum töluvert, þannig það er hópur sem hefur svona minna traust á stjórnmálunum sem eru að leita sér að nýjum flokkum þá. Já, og við sjáum líka
nú er ég einmitt að tala eftir minni, til dæmis þegar spurt hversu mikla spillingu fólk upplifir að sé. Og þetta allt sko hlutir sem að breyttust rosalega við efnahagshrunið. Að þá var bara miklu stærri hópur kjósenda sem náttúrulega byrjaði að treysta minna, eða treysti minna, og stærri hópur kjósenda sem upplifði að væri mikil spilling og óánægja með hvernig lýðræði virkaði, jógst, það reyndar jafnaði sig samt tiltölulega fljótlega. En við sjáum að nýju flokkarnir, að þeir kjósendur þeirra eru miklu líklegri til þess að trúa eða segja þessi mikil spilling, vantreysta og jafnvel óánægðari með lýðræði í framkvæmd en vilja samt sem áður að það sé lýðræði. Og eftir efnahagshrunið 2008 þá kannski héldu margir og þar með taldi fræðimenn að þetta myndi bara jafna sig tiltölulega fljótt, en það gerði það ekki. En það myndum við ekkert vera með alla þessa nýju flokka í íslensku pólitík í dag, núna 12-15 árum eftir hrunið, nema vegna þess að það hefur orðið eitthvað veruleg breyting á kjósendamarkanum. Það hefur ekki verið eitthvað kannski umbylting eða bylting, en það er bara stærri hluti kjósenda heldur en áður sem að hefur svona, það kannski trúir á lýðræðið og vil hafa frjálsar kosningar og það, en hefur samt ákveðnar efasemdir í raun og veru framistöðu þeirra sem eru við völd eða á kerfið, þannig að það hefur bara breyst. Það er möguleiki að fylgjendur nýju flokkana hafi meira trú á lýðræðinu heldur en fylgjendur gömlu flokkana. Og þess vegna eru þeir búin að þess vegna hafa þeir snúi bakinu við kerfisflokkunum. Af því að þeim finnst það ekki ná fram lýðræði, þannig að vilji almennings ná ekki í gegnum gamla kerfið. Já, það er spurningar sem er mjög skemmtilegt. Þetta er eiginlega mest í munur, það er eiginlega svona eins og séu svona ólík afstaða kjósendana gagnvart þessu, hvort að lifi í traustinu á bara kerfinu og stofnunum samfélagsins. Já, það er kannski meiri munur þar heldur en að hægri og vinstri. Já, það er sko, ef maður einmitt ber saman eins og ég var að segja á hann með nýju og gömlu flokkana og sumi nýju flokkana er ekkert svo nýju lengur, en þá sér maður klárlega mun á prófílnum varðandi traustið, en nýju flokkarnir eru vinstri og hægri flokkar, þannig að það virðist einmitt ekkert hafa verið með hugmyndafræði að gera. Það snýst einhvern veginn afstöðu til þess að flokkakerfi gamla og þetta eru nýju flokkar í samanburði hina, því að ef maður tekur VG og rekur það aftur í kennum Alþýðubandalagið og Sósíalistaflokkinn og Kommúnistaflokkinn, þá er það yngsti flokkurinn stofnaði 1930. Já, akkurat. Þetta er ævafornir flokkar. Já. Þetta finnst mér hljóma líkara því þegar maður er að ræða við fólk, af því að mér finnst þessi almenna vantraust vera svo lýsandi fyrir hvernig Íslendingar tala. Já, en svo er líka annað sem við sjáum að það sem að ég var að ræða áðan í sambandi við málefnin og vinstra hægri staðsetninguna, hvort það væri samræmi þar á milli og hitt var hvort það væri samræmi í hvernig þetta forgast á málefnum, og þar sjáum við svona nokkuð gott samræmi, en svo þegar við förum að skoða í raun og veru hvaða afstöðu eða hvaða stefnu ber að taka og til dæmis á málefnum sem að falla á vinstra hægri, sem er hvernig að reka ríkið og velferð og atvinnulíf, og svo á svona málefnum sem að hafa með svona einangrunarhyggju að gera versus að vera með opin landamæri, þegar maður getur orðað þannig, að þá sjáum við að breytingin sem hefur orðið á síðustu 10-15 árum, að fyrir, ég held að 2007, að þá voru bara allir flokkarnir bara svolítið nálægt miðjunni þarna. Þeir voru svolítið svona allir einhvern veginn bara, á miðjunni þar. En eftir hrun eða á síðustu 10 árum, að þá hafa flokkarnir, allir flokkarnir aðgreint sem meira, bæði gamlir og nýjar. Og í því samhengi stundum tala að það sé þessi kvíslun í flokkakerfinu. Og það ferði það út í svona afstöðu til alþjóðamála, þá líklega alveg frá flóttamönnum yfir í ESB eitthvað svoleiðis. Já. Þar er að klofna á milli. Já, það er þetta verða í raun og veru, sumir segja að segja klofna á milli, eða það bara verða líka meiri aðgreining á milli. Þannig að áður fyrr, eða fyrir 10-15 ára síðan, þá voru kannski flokkarnir með miklu líkari stefnu í
þessum málum. En núna þeir sem sagt farnir að aðgerðin sem og það þarf ekkit endilega því að það verði einhver klofningur eða pólun, það náttúrulega býður upp á það gæti orðið, en ef að þessum hópum, flokkum og kjósendum tekst einhvern veginn að tala saman og vinna saman að þar sem að gætt jafnræðis og allir hafi rödd að þá væri það náttúrulega bara verulega til bóta fyrir Íslands lýðræði. Það reytið þessu að því að þið byggið á því hvernig bæði kjósendur og frambjóðendur skilgreina sig. Já. Nú geti einhver svona kjósandi sem upplifir sig svíkin að stjórnmálum sagt að það ekkert, ég hef hlustað á þetta fólk, segja hvað ætla sér að gera og hvernig lítur á sjálfan sig, svo gerir það bara eitthvað allt annað. Það ekkert að taka þá vítin í þetta að taka svona sjálfsmynd frambjóðandans og svo hvernig flokkurinn aktar þegar hann í stjórn. Já, það stór spurning og ég ekki viss að ég geti svara henni, en þetta klárlega eitthvað sem við stöndum frammi fyrir. Það að segja við stöndum frammi fyrir því að vera með fleiri flokka í frambúði og á þingi með, sem eru ólíkari hvor öðrum heldur en þeir voru áður og líka kjósendahópar flokkana. Og það náttúrulega gerir það að verkum að við ætlum að halda áfram að vera með meirihlutastjórnir að þá þarf 3 eða fleiri flokka í ríkisstjórn og þá þarf að gera fleiri málamiðlanir heldur en ef það eru bara 2. Og þetta setur pressu á stjórnmálafólk, allt stjórnmálafólk, hvort það í stjórn eða stjórnarandstöðu, að það sé meiri í raun og veru gagnsæ í hvaða ákvarðanir eru teknar og hvers vegna. Og akkur þarf að gera þessa málum hér og ekki þar. Og svo hitt að þá segir þetta líka ákveðna pressu á kjósendur að það að segja í raun og veru umbera það eða skilja það akkur þetta gert svona en ekki hinsegin. En þetta áskorun fyrir alla. Og svo líka náttúrulega ákveðna áskorun fyrir kjósendur að eins og Íslands stjórnmálamenning hefur verið þar sem að flestir flokkar hafa bara gengið opnið til kosningar að þeir veita kannski ekki endilega hvers konar ríkisstjórn til að kjósa ef þeir veita hvernig ákveðinu flokki atkvæði sitt. Ég hef fengið það sem síst vildu. Já. Það sem flokkar sem skilgreina sem höfu andstæðinga einhvers flokks ganga í stjórnarsamstarfi. Já. Þannig að við allan þetta bara við stöndum frammi fyrir miklum breytingum. Og sumir vilja náttúrulega miklu meiri breytingar heldur en hafa orðið, en þetta áskorun. Já. Svo eitt svona staða sem að má vigta og mæla, en síðan það hvernig unnið úr henni, það getur ráðist á því að þú getur fengið kannski 3 flokka sem að saminast til hérna góðu verka og saminast að gera eitthvað tiltekið, eða það öll stemming farin úr stjórnarsamstarfinu og þá leiðir til þess að það ekkert gert, heldur allt drepið, það allir konum með neitunarvald, alveg eins og í öllu samstarfi, það getur bæði verið gjöfult að hafa ólíka stefnu saman. Við getum ímyndað okkur bara blokka sem eru fólk á bílum og reiðhjólum og mótorhjólum og alls konar það getur komið sér saman hvernig á að ganga frá þessum dóti. Eða það getur bara allt farið þannig að vera að gera þekkjart. Já, ég náttúrulega hættan svo að ef að flokkar sem eru einmitt undir öllum venjulegum kringumstæðum andstæðingar í pólitík fara saman í ríkisstjórn og þá eru náttúrulega að tala núverandi ríkisstjórn og þá helst VFG og Sjálfstæðisflokkinn, að þá náttúrulega hættan svo að þeir canceli hvern annan, maður getur orðað þannig að slett. Það að segja að þeir verði svona buffer á hvern annan, þannig að það í raun og veru gerist lítið og svo getur myndast auðvitað ykkur pirringur bæði hjá þeim og kjósendum. Sem núna mátti heyra í ummælum fólks í dag við ráðherraskiptin. Mátti sjá það í hvernig þingið endaði allinu og bara öllum málunum bara henta því að það var ekki að ná samkomulag neitt. Þannig að þetta ástand klárlega, það ekkert að dýpla kringu það er bara kannski text þessar ríkisstjórn að vinna úr þessu í sumar, en hún svona eins og sé farin úr henni stemming og vilji. Já, það lítur þannig út að það komin frústrasjón
og stór mál. Maður heyrir það til dæmis varðandi innflytjendamál og umsækjendur alþjóðlega vernd. Það bara heiminn og hafa milli. Ég held að þessi dagur sko í dag verði sko metið sögulur. Ég held að þessi dagurinn þar sem að þau mál voru sett inn í miðju íslenskra stjórnmála af stærsta flokkum. Já. Því það voru yfirlýsingarnir í dag voru bara ótrúlega stórkallarlegar. Já, ég ætla ekki að mótmæla því og við sáum þetta líka í eldhúsdagsumræðunum. Já, það var svona uppbytun á þessu. Já, og það verðist vera sem, að þessi málefni innflytjenda og umsækjendum alþjóðlega vernd sé komið bara á dagskrá stjórnmálana. Já, en svo Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið svona gæla við að þetta veri kannski leiði fyrir sig til þess að losna úr þessari umkunnaverðu stöðu sem þeir upplifaði að vera svona og undir 20%. Og svo einhvern veginn í þegar það verið ráðherraskiptin að þá eins og Bjarni og fleiri finni sko óróa inn í grasrótinni hjá sér að Jón sé kannski bara sá sem að grasrótin upplýði að vera að gera allt sem að flokkurinn vildi. Það er svo, það var mjög undarlegu dagur, þessi dagur í dag. Herðu, það var eitt sem ég sá að því að þú varst með fyrirlestur. Að þá sá ég að það var svolítið munur á svona málum sem alltaf erfitt að meta, þú veist, hvað eru efnahagsmál og hvað spilling og hvað eru heilbrigðismál, hvað eru umhverfismál, því að sumuleyti, þess að heilbrigðismál, eitt getur verið að tala geðheilbrigðismál í Reykjavík en annar getur verið að tala heilsugæslu út á landi og þar gott. En ég sá að það var svolítið munur á því að það voru frambjóðirnir voru frekar svona í efnahagsmálum og spillingamegin. Það var í leini munurinn sem að þeir voru hærri heldur kjósendur og svo kjósendur hins vegar í heilbrigðismálum og umhverfismálum. Og umhverfismálum munaði bara helmingna því. Það hvaða frambjóðirnir voru áhuga minni heldur kjósendur. Já, þarna var töluverður munur. Það er að segja, til dæmis eins og með umhverfisloftslagsmálin að þá voru mun fleiri kjósendur sem töldu þau vera mikilvægust heldur en frambjóðendur. Ég veit ekki alveg hversu mikið á að lesa í nákvæmlega þennan mun. Það sem að okkur fannst í raun og veru kannski gott að sjá að það var samræmi í að það var verið að nefna þessi mál mest, þar að segja heilbrigðismálin, efnahagsmálin, umhverfisloftslags og svo það sem maður myndi kalla málefni lýðræðisspillingar, og kjaramál líka með minni rétt. En svo sá maður alveg til dæmis varðandi afstöðu lýðræði og spillingu og sá flokkur að þá veit ég það voru frambjóðendur Pírata sem var svolítið þeir hafa miklu meira áhuga á því heldur kjósendur. Já, en sem sagt að við tókum hana alla frambjóðendur saman en ég veit að voru frambjóðendur Pírata sem voru stór hluti þar. En samáttu við efnahagsmálum, það voru frambjóðendur miklu meira áhuga heldur en kjósendur. Ekki svona, það er svona sjónarmunur Já, og þar var líka munur eftir flokkum, þú veist, þar voru hægri flokkarnir voru líklegir til þess að nefna þau mál, vinstri flokkarnir líklegir til þess að nefna umhverfismálin og heilbrigðismálin. Og það var jafnvægi á milli velferðarmál og jöfnuður. Já. En það er náttúrulega líka bara annað sem að þetta sýnir. Ef við tökum, eins og þú segir, velferðarmál og jöfnuður, heilbrigðismálin og efnahagsmálin. Þetta eru bara mjög klassísk vinstri hægri málefni stéttana og þau eru ennþá langt fyrirframast í íslenska pólitík og svo koma umhverfismálin sem eru náttúrulega alltaf að verða mikilvægari heldur en og þetta er reyndar í fyrsta sinna þegar það verið spurt að þessu í mörg ár hver eru mikilvægastu verkefnin og þetta er unnur fyrsta sinn þar sem umhverfismálin komast almennilega á blað þannig að það er líka, það er breyting í okkar mælingum, Má ég aðeins spyrja með einu að því að talandu það. Þegar einhver er að svara þessu, þá gæti einhver sagt eins og fólk er að svara þessu eins og það sé þekkingapróf eða gáfnapróf. Hvað á að vera mikilvægast? Eða hvort að fólk er að svara eigin? Við náttúrulega vonum að fólk sé að svara út frá eigin sannfæringu og við leiðum fólk svara í eigin orðum. Þetta er opin spurning og svo er þetta flokka eftir á. Þannig að opnusögun er alltaf til og er alltaf hægt að skoða betur og flokka öðruvísi. Það er náttúrulega miklu betra heldur en krossaprófið. Já, það er mjög mikilvægt að sé opinsögur, bara hvað finnst þér vera mikilvægasta verkefnið eða vandamálið sem það þarf að takast á við og svo eru þau flokkuð eftir á. Herðu, það var bara ein spurning eftir sem er svona margir upplifa það að við eigum skili betra þing.
En sagði þessari könnun að það var nú bara eins og fólk fái það sem það á skilið. Það þingið endurspegli bara almenning. Sko samkvæmt allan að þessum niðurstöðum sem að þú ert að vísa í, að þá er samræmi á milli kjósendaflokkana, frambjóðanda og ólíkar í vinstri hægri og forgangsröðum málefna. Það er líka samræmi í þegar talað um úr hvaða stefnu á að taka. En það sem er þessi kannski pirringur eða þessi, ég veit ekki hvort þú vilt kalla það gjá sem þú ert að vísa til, að það geti kannski mögulega endurspeglað í raun og veru svona fjölda flokka sem við erum með. Það er þess að þó þú sést nokkuð sammála þínum flokki og getur verið ánægt með þinn flokk, að þá er náttúrulega restin kannski ekki endilega eitthvað sem er hugnast. Ég held að þetta sé hluturinn. Annars vegar er svona sem að ég verður öll að koma í hruninu að því að maður sér ekki raunverulega aftar. Sem er eitthvað bara djúp vonbrigði kjósenda með stjórnmálakerfið. Sem að sést náttúrulega í því að hini flokkanir að þeir eru bara með 40% eitthvað svona meira og minna. Já. Kemur tíðina. Þannig að þetta er bara viðvarandi og þú veist að þú getur látið gamla fjórflokkin vera við völd ef þú hefur alheimsfaraldur. Þá slakar fólk á pirringi sínu gagvart eins og leið og þann fer þá bara fellur niður. Þannig að þetta er eitthvað þráður. En síðan það sem þú ert að tala um það sé ekki hægt að ná samkomulagi. Ég heyri þetta meira frá bara stjórnmálafólkinu sjálfu. Til dæmis Bjarni Benediktsson ofta tala um þetta sem er alltaf mikið af flokkum og það er svo erfitt að ná okkur samkomulagi eins og hann vil bara fækka flokkunum til þess að það sé auðveldara. Já. Þannig að mér finnst ég heyra meira úr innan úr stjórnmálunum þessa hugmyndum að þetta sé flókið verkefni. Ég fór og að ég kann ekki hollensku, þá fór ég og þýddi með Google alls konar svona dóta því að þeir eru náttúrulega með alveg fáránlega marga flokka á þingi. 11-12 flokka. Ég sé þessu umræðu, ég hef leitað og ég sá ekki þessu umræðu þar. Nei. Að þeir væri bara, líðræði svo mikið vesen að við nefnum ekki standið. Ég sá það ekki. Já, það er alveg rétt, og þeir náttúrulega, það er búin að vera 11, 12, 13, 14, 15 flokkar á hollenska þinginu í áratugi og þeir eru ekki með neitt þröskuld inn á þing og hefur bara gengið ágætlega að koma sér saman. Með flokk eldri borgara og flokk dýrana. Já, akkurat. En maður heyrir þetta einmitt stundum hjá fulltrúum gömlu flokkana 4, alls ekki öllum, að þá er svona ákveðin söknuður eftir gömlum tíma. Það er einfaldara ekki. Já, en þetta er bara nýri vöruleiki sem að allir verða að takast á við. Við styðum það, við segjum bara við Bjarni Ben get used to it. Erðu Eva, gaman að koma og tala um pólitík við þig, svona ekki beint flokkapólitík, heldur svona pólitík að gera við okkar. Já, takk fyrir mig. Og við ætlum að halda áfram að tala um svona hvernig Ísland er, við ætlum að tala við Þorvald Gylfason hérna eftir hvort að sé bara ágætt að við séum svona fá. Herðu já, það Eva var næstu að drepa hugmyndu okkar að það veri ekki á milli þings og þjóðar. Hún var það var mikil sátt á milli kjósenda og frambjóðanda. Samkvæmt þeim mælitækjum sem hún var með, sem við vorum að ræða við. Önnur svona hugmynd sem er svona ríkjandi á Íslandi er að við séum bara allt að fá. Við ráðum ekki við eitt en eitt. Það sé eiginlega, að við höfum ekki svo fá til að láta okkur dreyma gott samfélag. Þorvaldur Gylfason, þú hefur verið að skoða þetta eitthvað, hvort að smá löndum farnist vel eða illa. Ég hef legið yfir þessari spurningu í aldarfjórðung eða meira, því hún á sér langa sögu. Á 19. öld, þá töldu sumir að Belgía væri allt of lítil. Það væri ekkert vit í því að vera flækjast með smáland eins og Belgíu í Evrópu. Þetta voru þau ár þegar miðsóknaraflið, svo ég noti tungutak eðlisfræðinga, var ráðandi í evrópskri pólitík. Þýskaland sameinaðist úr mörgum smáfurstadæmum 1860 og 10 árum seinna sameinaðist Ítalía úr mörgum smáfurstadæmum líka. Þannig voru komin 2 stór og stöndu lönd við hliðina á
Frakklandi og Spáni og svo framvegis, þannig að belgar þurftu að vera svo litið órólegir skeið. Mér minnir það verið Grímur Thomsen sem var að ræða það á einhverju diplomatafundi í Kaupmannahöfn hvort Belgía væri of lítil, sko. En auðvitað Belgía ekki of lítil. Og ég segi, auðvitað Ísland ekki of lítið. Mér sé að Færeyjar eru ekki of litlar. Leðu mér að lýsa þessu aðeins fyrir þér. Sko, það fylgir því auðvitað ýmislegt óhagræði fyrir lönd að vera lítil og fámenn. En það fylgir því líka ýmislegt hagræði og þegar vinir mínir sumir í háskólanum og annar staðar segja bara Ísland allt of lítið, við erum allt of fá, minna aldrei eignumst við Wolfgang Amadeus Mozart og ég segi bara við þurfum ekkert á Mozart að halda, við erum bara alveg nógu gott tónlistafólk og mér segja miklum betra heldur en gera mætti ráð fyrir og svo það ekki málið. Málið það að smálönd geta fært sér í nyt smæðina og bætt sér upp óhagræðið af henni með því að eiga blómleg viðskipti og samskipti við önnur lönd og þetta lykillinn. Og þegar að þessi spurning byrjaði að brenna á mér í kringum aldamótin 2000 af því að bara allt of margir vinir mínir sögðu sko Íslandi eins og það af því að við erum allt of fá, allt of smá þá laðist ég við tölunar. Ég bjó mér til úrtak 20-30 lítilla ríkja og skoðaði bara hagtölurnar árangurinn sem þær höfðu náð og bara hann saman við heiminn í heild sem blanda af stórum löndum og smáum. Og það kom í ljós bara á punkti eftir punkt að smáríkin stóðu sig betur. Sumir segja að smáríkin, það sem allir þekki alla, að þeim hættir svo við spillingu. Já. En spiltustu löndin í heiminum eru risaríki, eins og Rússland og Kína og Indland og Indonesia og nú Bandaríkin. Og öðrum orðum, það að allir þekki alla, það hefur þennan kost að menn vita þá alltaf allt alla. Og þannig myndast getan til þess að halda spillingu í skefjum. Það kemst ekki upp með neitt í smáþorpunni, það segja bara að sagt sko, ægi Þorvaldur minn, ég skipti nú á þér þegar þú var lítill. Og að vísu það er ekki að vera merkiketti þar. Nei, en að vísu hefur sko þessi lið málsins ekki sko nýst okkur Íslendingum eins vel og vera skildi, en svona sem almenn lýsing á smáríkjónum, þá það engin tilviljun að tölurnar sína að smálöndin eru óspiltari heldur en stóra löndin. Og svo þetta tegja sig sko stærð frá stærð. Já, má ég spyrja þig, þessi lönd sem út með þarna í seknum, hvað, eins og ég fatti það, hvaða lönd þetta Luxemburg og San Marino og Andorra? Nei, Luxemburg, ég núna í þessu nýja úrtaki, að þá ég með eilönd, þannig að ég tek sko fámenn landlugt ríki út úr dæminu, en ég þarna með Ísland og Færeyjar og Grænland og alls konar ríki, svo lengi sem að mannfjöldin undir 1 milljón og yfir 50.000. Og þannig get ég talið upp sko 33 ríki sem eru bara 1/7 af öllum ríki heimsins sem eru 200 talsins og ég ber þetta sko Þannig þú ert með Grænhöfðaeyjar og þú ert með eitthvað af ríkjónum í Karíbahafinu og í Kyrrahafinu. Já, nákvæmlega. Og ég spyr sko hvaða stærðir eru það sem að valda mestu sko vöxt og viðgang efnahagslífsins og batnandi lífskjötur ángstíma liði og þá verður maður fyrst fyrir sko 3 stærðum. Ein sko menntun fólksins, önnur viðskipti við útland og en þriðja fjárfesting í vélum og tækjum. Sko að mér sleppt í fallinir í land og sagt að leggja bara skjörna á einum eftirmyndegi mat á ástandið, þá spyr ég þessar 3 stærðir, menntun, viðskipti og fjárfestingu. Og sannleikurinn sá að meðaltal sko skólagöngu ungmenna í smálöndunum miklu hærra heldur en í heiminum í heild. Og viðskiptið útlönd, eins og þau eru mæld bara með útlutningi sem hlutfall á landsframleiðslu, þau eru miklu meiri og blómlegri í smálöndunum heldur en í heiminum í heild. Það bara vegna þess að smálöndin sjá sig knúin til þess að bæta sér upp hagræðið af smæðinni. Ég meina, við framleiðum ekki bíla, við þurfum að kaupa bíla, Bandaríkjamenn þurfa þess ekki þó að þið gera það.
Og svo kemur fjárfestingin og hún kannski skiptir minnstu máli núna sko í ljósi svona nýrra upplýsinga í nútímanum. Og smálöndin fjárfesta engum meira í hlutfalli við landsframleiðslu heldur en hinlöndin. En svo komin nýjar stærðir til skjalanna sem ég gat ekki haft með þegar ég komst að hliðstæðri niðurstöðu fyrir 25 árum aldamótin 2000. Og það eru svona alls konar félagsvísar og stjórnmálavísar eins og lög og réttur og lýðræði og tekjuskipting og þess áttar. Það kemur bara ljós að þar vinna smálöndin líka. Þessar nýju lýðræðisvísitölur sem ég hef verið að skrifa mikið og riðja sér meira til rúms, að þær eru miklu herri og hagstæðari fyrir smálöndin að meðaltali, heldur fyrir heiminn í heild og vísitölur lögfræðinga lög og rétt, þar að segja sko trausti sem réttarkerfið verðskuldar af hálfu almennings, að það eru líka miklu herri í smálöndunum. Þannig að smátt er fallegt, það getur verið fallegt og þessi barlómur að Ísland sé of lítið og það hefur verið mistök að segja skilið við Dani 1944 og svona, svo bara skoðun, hún stenst ekki þessa tölfræðilegu sko yfirlegu. Og þetta er að segja við Færeyinga, ég er svolítið þar, og þeir spyrja sko, erum við sko 50.000 Færeyingar og fáir? Og ég segi ekki endilega, það er ekki, þeir eru miklu ríkari í tekjum á mann heldur Íslendingar voru þegar við tókum okkur sjálfstæði 1944. Bara smæðin skiptir ekki máli. Ef mann lýsi yfir sjálfstæði og vilja það, láta sér dreyma það, þá er það ekki af efnahagsástæðum, þá er það bara af menningar og félagslegum ástæðum. Þetta er eins ungt fólk sem flytur sko að heiman til að stofna heimil á eigin vegum. Það gerir það ekki af fjárhagsástæðum. Það gerir það bara af því að það er sjálfstæðisyfirlýsing. Það vil hasla sér nýjan völl, jafnvel þó að það væri ódýrara að búa heima hjá mömmu og pappa í nokkur ári viðbót. Og svona hugsuðum við 1944 og svona finnst mér að Færeyingar eigi að hugsa núna, nema hér hefur aldrei verið alvöru ágreiningur það hvort það veri rétt að standa á öðrum fótum eins og við höfum gert og getum gert. En það er ágreiningur það í Færeyjum því að Færeyjar eru enn í dag þver klofnar í tvær fylkingar, önnur vill sjálfstæði, hinn vill óbreytt ástand, óbreytt samband við Dani. Og er bara til trafala í þeirra pólitík sko, því að alltaf þegar að líða kosningum þá allir snúast kosningarnar alltaf þetta og svona umræðan svona kannski mikilvægari mál. Kemst ekki að daska. Nei, sko, Færeyingar hafa 4 flokk, það er vísorðinni 7 flokkar í 4 flokknum, láta það vera, og það eru 2 öxlar, sko, annar er þetta sem þeir kalla hægri og vinstri, og hinn er þetta sem er sambandi við Dani á móti sjálfstæði, sko. Og svo mynda þeir samsteypustjórnir sko, á víxl og þetta mál hefur alltaf staðið í þetta. Hvað Færeyingar eruðu að lýsa við sjálfstæði? Hvað með eins og Skota, Katalóna? Serðu bara fyrir þeirra að Evrópa væri bara betri ef hún myndi sko? Já, ég hef dreigð svolítið inn í sjálfstæðisbaráttu allra þessari 3 þjóða sem hún nefnir og mér til mikillar ánægju. Sko, ef Evrópusambandsins nyti ekki við, að þá er ég ekki viss að ég væri hlynntur sjálfstæði handa Katalóníu eða Skotlandi eða Færeyjum, vegna þess að ég myndi óttast að lífskjörinu myndi hraka vegna þess að það væri engin trygging fyrir sko líflegum viðskiptum með útlönd. En sjálfstæði sinnar í Katalóníu, á Skotlandi og í Færeyjum, þeir segja allir, við viljum vera í Evrópusambandinu sem að tryggir blómleg viðskiptið útlönd og þar með skotið hikinu sem ég hefði ella. Gagvart sjálfstæðis óskum og baráttu þessar landa. Auðvitað útlendingar aldrei að skipta sér af þessu. Ég hef verið kvartarallan til þess að spyrja stjórnarskrána og þeir segja sko, ef við lýsum yfir sjálfstæði, eigum við að fá okkur nýja stjórnarskrá og ég segi við þá að þarna hittið þið mjög fyrir á heimavelli, þið að gera það, en ég legg ekki dóma á það að hvort þið eigið að fá ykkur sjálfstæði ekki, það er auðvitað ykkar En Evrópusambandið skiptir máli í sjálfstæðisbaráttu þessara landa. Það má orða þannig sko að Skotin vill frekar fara frá Edinborg til Brussel heldur til London og sama með Katalónan og Færeyingin. En svo er manni bent á það að sá sem að býra á Hjaltlandi, hann vill frekar fara til London heldur til Edinborgar. Þannig að sá sem er minni finnst hann alltaf kúaður af sko stæðstan ágranna sinna. Já, sko, skosskir þjóðirnir sinnar hafa skýrt þetta fyrir mig þannig að þeir vilji sko náið samneyti við Norðurlönd. Þeir segja við erum jafnaðarmenn,
við erum á móti skólagjöldum í háskólum og þess áttar. Við viljum hafa þetta eins og Danir, Norðmenn og Svíar og þess að væri það bara gutur rittans og báða bóa. Ef við fengjum sjálfstæði og fengjum að vera inni í Evrópusambandinu eins og við vorum og bara englendingar sem vilja miklu heldur sækja sína fyrirmyndir til Bandaríkjanna, þeir geta bara leyft íhaldinu að vera stjórna London í friði fyrir áreiti frá okkur Skotum. Og þessi skipan sem hefur staðið frá 1707 við þurfum að líta hann allt öðrum augum núna þegar Evrópusambandið er komið og tryggir þetta viðskiptafrelsi sem að annars væri ekki tryggt og þetta er sko lykillinn í sjálfstæðisbaráttu og röksemdu Skota fyrir sjálfstæði og Katalónar eru ekki langt undan, þeir kvarta líka undan því sko að þeir sko megi ekki verja sig fyrir dómstólum og eigin máli og þess áttar það eru leifar af gamla frankóismannum, fasismannum í Madrid og á Spáni og Katalónar kvarta undan því og það er svona viðbóta röksem sem þeir hafa gegn sko stjórnin í Madrid sem að Skotar telja sér ekki að þurfa að kvarta undan að gangvart London ekki enn en nú hallar að ýmsu leyti undan sko Bretum eins og Bandaríkjamönnum þannig að kannski byrja Skotar að kvarta undan þessu líka sko ef að Bretar englendingar taka sig ekki á. Herðu, það eru kostir við að vera smár en það er líka gallar. Já. Og á Íslandi myndi fólk kannski segja að við bara ráðum ekki við að halda úti svona alls konar kerfum sem er ætlast til þess að ríki hafi. Ég veit ekki hvað dæmi að taka sko lyfja eftirlitið við getum allavega verið jafn gott og í stærri löndum. Þetta er annað í huga svona strúktúr sjúkratryggingar voru búnar til þess að vera svona kaupandi af heilbrigðisþjónustu meðal annars af opinberum stofnunum. Kannski virkar þetta vel í Þýskalandi, þar sem eru kannski sko 50 spítalar á starfi landsspítalan. Þegar þú setur sko sjúkratryggingar eiginlega bara ofan á einn spítala og tvær heilsugæslur. Já, en sjáðu þetta er angi af þessum viðskiptafrelsisrökum sko sem Evrópusambandinu er ætlað að tryggja að eigi við. Sko eitt kosturinn fyrir smáríki að ganga þangað inn og að vera þar inni, það er einmitt bara aðgangur að evrópsku bankaeftirliti og samkeppniseftirliti og lyfjaeftirliti og svo framvegis og eitt af því sem að smáríki losna við, og það eru herkostnaður, varnarkostnaður. Íslendingar hafa ekki haft nokkurn kostnað af landvörnum hérna alveg frá því síðari heimsstyrjöldinni lauk, en þvert á móti gert landvarnirnar af féþúfum og þetta geta smálönd gert allan heim. Það er ýmis kostnaður sko sem að þau geta skotið sér undan bara af því að örlátir stærri grannar bara taka þetta að sér, svona ekki ósvipað og Danir hafa tekið Grænland upp á sína arma, en auðvitað er það dýrara á hvert mannsbarn og hvert skattgreiðenda að halda út í fullburðar sinfóníuhljómsveit og óperu og heilbrigðiskerfi og svoleiðis, það er alveg rétt. En bara þegar maður skoðar sko heildina, þá er bara eins og kostirnir vegi talsvert miklu þyngra en gallarnir og þessi munur hefur aukist vegna þess að í úrtökunum 2 sem ég skoðaði í fyrri umferðinni 2000 að þá voru tekjur á mann sko 40% hærri í smálöndunum sem ég skoðaði heldur en í heiminum í heild og núna er þessi tekjumunur komin upp í 90%. Þannig að smálöndin eru að sækja sig veðrið með því að vaksa hraðar. Við erum að segja sögu og rétta fjöllunum. Þannig var að eftir hrun að þá var ég kvaddur vestur í Klettafjöllin Kanadamegin við landamærin til þess að halda fyrirlestur Ísland og hrunið. Og ég hafði við svipu tækifæri sko fyrir hrun, oft svarað bara áður en að spurningin kom sko, spurningunum það hvort að Ísland væri of lítið, því að ég bara sá það að augnaráði fólksins að það var velta þessi fyrir sér. Og svo á réttum stæði í ræðunni eftir hrun að þegar var komið að þessum söngva og danskabla Ísland sem að dæmi smáríki sem hefði náð árangri, þá sá ég auðvitað að það myndi falla flatt við þessa kringumstæður. Þannig ég tók annað dæmi af jafnstóru landi sem er Barbados, sem er eyríki í Karibahafi, 300.000 manns, þú veist, engin verðbólga, fast gengi sko síðan 1975. Þegar við geta hafna öllum tilboðun nágrannalandanum að ganga inn í
mynd samstarf sko, Vestur-Kariba dollarar og sólskin alla daga ársins og engin spilling og dómskerfið í góðu lagi og allt. Og þannig að ég sagði að loknum þessum langa lof fyrirlestri Barbados að þannig sjáu þið að smáríkjum getum vegna vel. Og þá réttir silfurhærð kona á aftasta bekkuböndin og segir, herra prófessor, að þér hafi glemt einu. Hjartaslóðurar. Hvað kemur nú, hugsaði ég. Hún sagði, frá fyrsta degi hafa allir bankarnir á Barbados verið kanadískir. Og kanadískir? Já, og þessu klikkuðum við á. Kanada hefur besta bankakerfi heimi. Heimskreppan fór fram hjá þeim og fjármálakreppan 2007-08 fór fram hjá þeim líka. Og bara atvikin höguði þannig að þegar Barbados var sjálfstætt ríki, að þá voru það Kanadamenn sem þeir heimamenn fólu bankareksturinn og það hjálpaði. Og svo geta menn dregið þar álættur en Ísland af þessari sögu sem þeir vilja sko. Þetta niðurstaðan svo að það bara gott að vera smá ríki, sérstaklega ef þú ert með kanadískt bankakerfi. Já, eða í önnur útlönd myndu duga líka held ég sko. Við komumst nú nálægt í að selja Svíum Landsbankan manstu fyrir hrun, en þeir voru reknur út í hotn til að rýma fyrir Björgólfsfeðgum og restin af sögunni þekkja áheyrendur okkar. Finnst þetta því að nú ættum við að sitja alla daga og vera að velta fyrir hversum samfélag við vildum byggja upp. Þú er svolítið að segja að við getum byggt upp bara eins gott samfélag og við viljum. Já. En þessi svona hugmyndum að við erum að fá og við erum að veik og eitthvað svona, er þetta kannski svona, er þetta stór þröskuldur fyrir því að við gætum raunverulega verið að tala það sem skiptir máli? Þetta trufla marga, of marga, því að ég bara hvet menn til þess að skoða rökin með á móti og skoða tölunar og þá bara eiga menn að sjá þetta þessum smálöndum hefur vegna vel og þess vegna getur þeim vegna vel því að reynslan sýnir það og ég held að þetta kemst, ég er að skrifa þetta einmitt handa Færeyingum og ég vona að þá fjölgi aðeins í hópi þeirra sem að telja óhætt að lýsa yfir sjálfstæði frá Dönum og fækki í hópi hinna. Og reyndar hefur það gerst í fyrsta skipti nú á síðustu árum að Færeyingum liggur svolítið þungt orð til Dana fyrir að hafa þvælst fyrir sko sjálfstæðishreyfingunni Færeyjum. Það gerir til dæmis með því að þegar Færeyingar semja sér þetta skínandi fína stjórnarskrárfrumvarp og lögþingi í Færeyjum lofar í tvígang að halda þjóðaratkvæðagreiðslu og svíkur það í bæði skiptin, sko líkindin við Ísland eru alveg sláandi og Danir gerðu það af skömmum sínum að leggjast á sveif með þeim sem komi vekk fyrir þessar þjóðaratkvæðagreiðslu með því að segja það að stjórnarskrárfrumvarpið sem ég fór vandlega yfir og verið gersamlega fyrsta flokks samrýndist ekki óbreyttri stöðu Færeyja í Danmörku. Það hefði verið hægt að laga með bara nýrri málskrein eða einni smáveilari orðalagsbreytingu. En þarna þvældust Danir fyrir og Færeyingar kvarta núna sáran undan yfirgangi Dana í sambandi við sjálfstæðis óskir Grænlands. Þannig að glamsin er svolítið farin af Dönum í augum heimamanna á Færeyjum og Grænlandi sem þetta besta og kurteisasta og geðfeldasta nýlenduveldi sem sagan kann frá að greina sko. Sem er sjálfsmynd Dana. Já. Svolítið. Herðu Þorvaldur, takk fyrir að koma hérna og benda okkur á þetta og hlustundur hafið það hugfast að ef að við byggjum ekki upp gott samfélag á Íslandi þá er ástæðan ekki svo að við séum á fá. Við ætlum að tala hérna mál dagsins eiginlega á eftir sem er ný svona lína sem mátti heyra í dag frá Sjálfstæðisflokknum, miklu harðari lína í varðandi flóttamenn og hvernig þeir var að sliga hér innviði og grunnkerfi. Ég ætla að ræða það við Nínu Helgadóttur sem er teymistjóri hjá Rauða krossinum, Magnús Þór Jónsson sem er formaður Kennarasambandsins og Guðmund Hrafn Arngrímsson formaður Leigjendasamtakanna sem öll þekkja þessi grunnkerfi. Þetta er augnablik. Já, það er nú oft verið talað að flóttamannamál myndu komast á dagskrá íslenskra stjórnmála og ég þannig ekki að vera eitthvað sérstakur spámað til þess að halda því fram að það sé akkurat að gerast þessa dagana. Að suminleiti hefur verið svona aðdragandi því Jón Gunnarsson, fráfarandi dómsmálaráðherra, hefur sótt þessi mál svolítið hart í allan vetur
Og núna í tengslum við ráðherraskiptin þegar Guðrún Hafsteinsdóttir tók við að þá hefur vikuna undan var Jón Vinga harður, talaði að þetta veri ófremdar ástand, að ástandi hér á Íslandi væri allt annað heldur en í öðrum löndum, var með svona hlutfallslegan samanburð við Danmörku, þetta veri álíka og það veri 90.000 manns að sækja hæli í Danmörku og þá yrði herinn settur á landamærin, sagði Jón. Þannig þetta svona upptakturinn fyrir ráðherraskiptin og svo á Bessastöðum að þá gaf Bjarni Ben svolítið þennan tón líka, sagði að það væri ófremdar ástand í innflytjendamálum og það yrði að grípa til aðgerða. Til að ræða þessa stöðu, annars vegar fjölgun flóttamanna og hins vegar það sem kallað álag á innviði, sem ég veit ekki hvort það sé út af flóttamanna, getur verið bara út af fjölgun landsmanna og veikum innviðum, en þessu stilt svona upp. Hef ég fengið hingað 3 sem að þekkja til málsins. Nína Helgadóttir teymistjóri hjá Rauða krossnum, vinnur með flóttafólki. Magnús Þór Jónsson, hann formaður kennarasambandsins og þekkir til álagsins sem á grunnskólakerfinu og Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem formaður leigjendasamtakana og þekkir ástandið á leigumarkaðnum. Verið þú velkomin. Takk. Varðandi þessa fjölgun, Nína, ef ég má byrja á þér. Hvernig ráðamenn lýsa þessu, þetta sé stjórnlaus ástand? Það verða að grípa til okkur aðgerða til þess að stoppa strauminn til landsins. Passar þetta við ykkar reynslu? Ég held að við myndum að segja að þetta væri stjórnlaust ástand, en það þetta vissulega verið mikil fjölgun og það einkum og sérlega vegna stríðsins í Úkraínu sem að fólki sem að sótti hingað eftir örugguskjóli fjölgaði mjög á síðast ári og vorum 2/3 þeirra sem að komu og fengu samkvæmt ákvörðun stjórnvalda vernd samkvæmt 44. grein útlendingalaga, það sem að kveðið á vernd vegna fjöldaflótta. Þannig að fjöldin nú mest komin þaðan og síðan Venezuela sérstakt vandamál? Það sérstakt mál? Já, það sérstakt mál. Það töluveri fjöldi sem hefur komið þaðan og en það fleiri frá Venezuela en Úkraínu það sem af þessu ári? Já, það þannig. En það nú alveg óljóst hvernig þeirra málum mun lykta. Það verið að taka svona aðra skoðun á það, virðist vera samkvæmt fregnum frá Útlendingastofnun. Þeir sem koma í dag fá ekki sömu afgreiðslu og þeir sem komu fyrir árið eða 2 árum? Nei, í rauninni fengur þeir sem komu fyrst frá Venezuela, fengur svona nokkurs konar hraðafgreiðslu í gegnum kerfið. Viðurkenningu sem flóttafólk? Og fengur fulla viðurkenningu sem flóttamaður, sem ólíkt því sem hefur verið gert í nágrannalöndum okkar og held ég bara í flestum löndum í Evrópu. Og hvernig við bregðumst við fólki sem að koma frá Sýrlandi eða Súdan eða Jemen eða Afganistan, þetta svona svæði þar sem flóttamanna strömmur frá. Já, nákvæmlega. Og það var ákvörðun stjórnvalda að gera það þannig? Það er rétt. Og svo þróaðist mál þannig að Útlendingastofnun breytti afgreiðslu og það fór fyrir kærunefnd útlendingamála sem úrskurðaði að það hefði ekkert breyst, þannig að þeir sem komu síðar eftir að fá sömu stöðu áður, síðan var útlendingalóganu breytt og síðan hefur þá Útlendingastofnun verið að afgreiða málin öðruvísi og þá eftir að koma í ljós hvaða örlög þau fá þegar þau fara fyrir kærunefndina. Okkur heyrist svona að þessu fleiri neitanir í þeim málum sem hefur verið úrskurðað í núna undanfarið og það að vantilega þeir sem að vilja þá kæra þá niðurstöðu, þeir gera það en það tekur alltaf einhverja mánuði þannig að ég held að við sjáum það ekki fyrir kannski haust hvernig þau mál munu fara. En ef við tökum þessa 2 hópa, Úkraínu og Venezuela frá, þá fjölgun eftir sem áður? Örlítil fjölgun, það ekki mikið. Bara sjónarmunur. En ef maður svona horfir á þetta línuritt, svona hækkandi línuritt síðustu ára, þá held ég að það var kom COVID inn í, þannig að það dróða eins úr, komum
bara og ferðum fólk sem heiminn alltaf. Vælir það kannski miða við 2017, 18 og 19? Já, þá það örlítið meira heldur en 2019 sem var svona síðasta venjulega árið. En ekkert svona sem að rýmar við þessi orð sem að ráðherrarnir og þessi Jón að nota að herinn yrði sett við landamærin ef þetta verið ástand í öðru löndum. Sko þetta auðvitað mikil fjölgun, það ekkert að horfa fram hjá því. En fyrst og fremst út af Úkraínu og Venesúela. Algjörlega og ég held sko þetta sé bara svona jöfn og þétt aukning frá því að stríðið í Sýrlandi hófst og fólk fór að flýja þaðan. Og við fórum að sjá þessa fyrstu verulegu aukningu hérna 2016, 15-16 og þetta hefur verið svona að í jafnt og þétt að aukast síðan þá. En ekki í neinum sko stórkostlegum kipum eins og á síðast ári fyrir utan þessa tvo landahópa. Nei, við höfum gert það hérna við rauðaborðið, reiknað þetta reglulega sko til þess að benda á það vegna þess að það sem fullyrt úr ræðupúlti Alþingis og svona oft bara svo skökkmynd sem ekki var. Það kannski vill hver túlka þetta eftir sínu höfði en hérna tölurnar segja þetta. En að því að hérna þið gætið aðstóðið flóttafólk þá hljótið að vera með svona vaktinni gagnvart svona hvernig umræðan þróast og sömuleyti þegar að vera að tala álag á innviðan okkar, menntakerfið sé að gefa eftir, húsnæðiskerfið er að gefa eftir, heilbrigðiskerfið er að gefa eftir og þar höldu göttunum sem má alveg vera rétt og það held ég sé bara upplifun Íslendinga á því að bara það leikur við að maður haldi bara partí að fá tíma hjá heimilslegni sko, vorið, það bara ég held að bara venjulegt fólk finni það bara í daglegu störfi sinum að þetta að versna, það eru biðraðir eftir leikskólum og ég held að fólk finni þetta bara á eigin skinni en þetta alltaf sett í samhengi við fjölgun flóttafólks sem að kannski bara brot af því sem að landsmönnum að fjölga. Landsmönnum var að fjölga 12.000 cirka vott. Þannig að flóttamenn geta aldrei verið meira en 4.000 því. Nei, sko það fengu rúmlega 3.500 manns vernd á Íslandi á síðast ári og það var allt fólk sem að koma á eigin vegum og það var ekki tekið á móti kvótahópum til dæmis sem þó eina löglega leiðin og við ættum absolutt, við sem þjóð ættum að halda til streitu að hafa þá leið opna og við höfum talað mjög mikið fyrir því, Rauða krossinn og ég held að svona flestir taki nú undir það. En svona í heildarsamhengjunum þá erum við með 67.000 innflytjendur eða fólk af erlendum uppruna sem að býr á Íslandi. Af þessum stóra hópi eða voru sérst á þessu árabili frá 1956 þegar fyrstu flóttamennir komu alveg til 2021 cirka 3.000 flóttamenn af þessum stóra hópi. Þannig að flóttamenn per se, það er ekki stóri hópurinn sem að held ég seti hér allt á hliðina. Ég held þó að þeim hafi fjölgað mjög mikið á síðast ári þá erum við þetta ríkt land og ættum kannski að vera með sterkari innviði heldur en við höfum en það hefur ekki mikið verið svona gáð þess að það hefur ekki verið mikið kannski pólitískur áhugi á innflytjendamálum almennt og flóttafólk auðvitað í rauninni bara hluti af innflytjendum, þau verða ekki endalaust flóttafólk. Þau koma hingar sem flóttafólk og fár vernd sem Þú vilt ekki aðgreina það á milli. Þú heyrir það nú í umræðinni í stjórnmálafólki og það á það til að aðgreina það mjög sterkt á milli. Já. Annars fólk sem vill hinga koma til að vinna og hins vegar það einhver annar hópur sem vill þá ekki vinna. Já, það er þá að vera að vísa til flóttafólks. Allar tölur segja samt að það er hvergi hærri atvinnuþátttaka meðal flóttafólks en á Íslandi í OECD-löndunum til dæmis. Og það er gríðarleg að því að fólk var að tala að það hefur verið rætt það að fólk frá Venesúela sé að notfæra sér hér kerfið og eitthvað slíkt og það er mjög há atvinnuþátttaka meðal þeirra eða þess hóps. Þannig að svona í það heila þá finnst manni dálítið súrt í broti að þau séu dregin upp sem sökudólgar í okkar svona kannski innan hús vandræðum með okkar innviði sem að við hefðum auðvitað geta verið tilbúnari
og ég held að það séu svona flestir sammála það. Kerfi var dálítið svona á hliðinni þegar að þessi mikla aukning varð. Það var verið að bæta móttökukerfið. Það var verið að setja upp nýtt samrænt móttökukerfi og fá fleiri sveitafélag til að taka þátt í því. Og það öðruvísi hér á Íslandi heldur en annars staðar, þar sem að eins og til dæmis við á Norðurlöndunum eru sveitafélag skyldu til að taka þátt í móttöku flóttafólks og þannig að álagið dreifist líka á fleiri. Og það þetta kannski erfitt fyrir svona sveitafélagin sem eru hérna næst flugullinum að þau taki svona mestan þungan af þeim sem að koma og þurfa aðstoð í byrjun. En það hefur líka verið reiknað út að samkvæmt greiningu Arion banka fyrir nokkrum árum að það borgar sig efnahagslega að taka á móti flóttafólki. Stórkostlur happafengur að fá fólk hérna á vinnualdri til landsins og þurfi ekki að alaða upp og koma í gegnum skólakerfið. Nákvæmlega. Og þrátt fyrir að þau þurfi stuðning í byrjun. Þannig að þetta svona, það auðvitað margar hliðar á þessu máli en ég held að við hefðum geta gert betur, geta verið betur undirbúin og hefðum geta hlúð betur að þeim innflytjendum sem eru hér og þar meðal flóttafólki. En það mikill gangur í málum núna og nú til dæmis í fyrsta sinn verið að vinna að stefnumótun í málefnum innflytjenda sem fyrsta sinn á Íslandi sem slíkt gert. Það sem vonandi verður sett fram einhver lína það í hvers konar samfélagi viljum við búa. Við þurfum á innflytjendum að halda og hvernig ætlum við að hlúa þeim þannig að þau komist inn í okkar kerfi og geti notið sín og við getum sem samfélag líka notið þeirra krafta. Magnús, Nína var svolítið að lýsa að kerfi sem tekur á móti innflytjendum hafi ekki verið undirbúið. Má ekki enn frekar segja þetta bara menntakerfið? Ég held að Nína hafa nú bara svona líka við tekið ræðina mína. Að mörgu leyti þá bara rýmar þetta kannski svolítið við það sem að við höfum auðvitað verið að ræða og við viljum náttúrulega bara byrja á að hafa það alveg á hreinu að íslenski skólar á öllum skólastugum vanda sig mjög við það að taka móti í flóttamönnum. Það orðin töluvert reynsla á því í rauninni, það bara í miklu minna mæli kannski heldur við verðum við það að vera stærri hópar að koma barna í vetur heldur en áður. En við höfum verið að fá börn reglulega sem að flótta og við þekkjum það mjög margir skólar sem að þekkja þá stöðu sem í með börnunum. Ég held að Nína hafa alveg svolítið verið að lýsa okkar kerfi og þá má kannski segja það ef ég svona reyni að bera hönd fyrir höfuð þeirra sem stjórna kerfunum að það hefur orðið margföldun barna á stuttum tíma og að ég hef svolítið verið inn á svæðum sem að hafa verið það heppin að fá inn töluverða flóru mannfólks. Í Reykjavík hef ég verið í Breiðholtinu lengst af minni starfsævi fyrir sunnan og svo fór ég út á Snæfellsnes þar sem var mikil flóra af mannlífi og mikið af fólki sem var að sækja einmitt til þess að vinna og voru góður og gegnir og bara flottir samborgarar okkar. Að því miður þá var það bara þannig að í of langan tíma þá höfum við sem samfélag ekki verið að hlúa að þessum einstaklingum okkar. Ég vil náttúrulega vera hlutrar og segja það að kerfin af öll hlutið hnekk í COVID sem ekki hefur verið leiðréttur og þar ég að tala öll skólastig, leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli. Við búum við það í kerfunum okkar að við teljum þurfa ákveðna breytingu til þess að koma til móts við breyttar þarfir og þetta verkefni að taka móti börnum náttúrulega nýtt að mörguldi fyrir okkur öll. Breytingin kannski núna sem ég til muni hugsanlega leiða til þess að við förum með heiltækari umræðu það að þetta var bundið við ákveðin svæði bæði innan þéttbýliskjarnanna hérna við flugvöllinn. Það var miklu fyrir börn í Breiðholti en í Garðabæ svona sem dæmi sem voru þannig að Breiðholtið var stærri þáttakandi í verkefni heldur til Garðabæ með virðingu fyrir báðum þeim hverfum. Að núna erum við að sjá það að þetta að verða verkefni alls kerfisins og að því ég nú til dæmis nýbúin að ljúka námi sem að ég var meðal að rýna í ákveðnar lykiltölur. Þegar ég upp í Breiðholtsskóla þá stofnum við það sem var hér þá nýbúadeild, vorum þá að taka við öllum börnum í Breiðholti, Árbæi, Grávogi. Þá voru þetta 13 einstaklingar og það árið 201 barn í skólakerfinu okkar sem þá talið að sé með annað móðumál. Núna erum við svona sagt grófum tölum, erum við kringum 10.000. Það alls ekki fyllt, kerfið okkar hefur alls ekki fyllt því verkefni að taka það þannig á móti að við náum að gera það með þeim hætti sem við viljum gera.
það skiptir mjög miklu máli að þegar við erum sem skólakerfi að kalla eftir því að við verðum komið til móts við einstaklingana, þá það fyrst og síðast vegna sem við teljum okkur á því hvaða mannauð þetta fólk hefur að bera og það er lykil atriði fyrir okkur og það getum við bara verið undanförnum árum verið að skoða að vinna okkar í Norðurlöndum hvar hefur vel tekist til, þetta snýst bara samfélag, að samfélagið komið þannig til móts við börn að þau verði þessi ríki þáttur í samfélaginu. Við höfum líka alveg séð að fjölgun skólabarna á Íslandi eru þessi börn. Það er bara mjög skýrt að ef við höfum ekki fengið inn þessa barnahópa þá væri íslenskum börnum í grunnskólanum að fækka og það er bara líka efnahagslega bara tiltölulega sterkt í til dæmis, eins og ég segi, nefni þessum hverfum. Í Breiðholtinu fer að nálgast helmingur barna í því hverfi sem eru ekki með íslensku sem upprunalega móðumál. Það eru sveitarfélög út á landi sem eru með hærri hlutföll og það er ennþá frekar þar sem það er bara lykilatriði að kerfið geti komið til móts við þessi börn með þeim hætti að við nýtum þeirra kraft. Það er ofboðsleg, fyrir ekki maður er ekki að nota þetta við börn, það er ofboðsleg peningasóun að ætla að taka einstakling inn í kerfið okkar hvar sem hann kemur, hvort sem hann er 30 ára, 12 ára eða 16, 17 ára og ætla einhvern veginn bara svona eins og var notað með býsna svona drastískum hætti hjá velferðarvaktin sem var að gefa út skýrslunni fyrra haust stöðu áður en að flóttamanna verkefni kemur upp að það sem að þess að þið notuð orð að svona efri lag grunnskóla og fyrst árin í framhaldsskóla þá var verið að búa til svona frárein út úr kerfinu og svo var menn þessi frárein og svo voru menn kannski að koma inn 24, 5, 6 ára í gegnum símentunum miðstöðvarnar þegar þeir hefðu sjálfur fundið einhvern hvata og hvað gerist það sem 8 árum, 10 árum, 12 árum getur bara verið lykilatriði bara fyrir okkur öll að leysa. En var staða svo að skólakerfið hafi verið veikt áður en landsmennu fyrir að fjölga bæði út af túristarsbólunni sem er keyrð áfram að innfluttu vinnuafli og svo flóttamanna strömmnum svona undanfarið 2 ár. Já, sko, eða er það að þessi krakkar af þessum heimilum eru bara svo miklu dýrari í kennslu heldur en hinnir? Ég held að það sé alls ekki hægt alhafa það allt við skólakerfi sem Nín er að lýsa hérna bara með það sem hún var að lýsa með náðan. Þú veist, börn eru bara alls konar og það er bara algjörlega þannig að ég held aftur á móti það sem ég geti svona alveg skamlaust sagt að það eru vissulega ákveðin kerfi og ákveðin hverfis og ákveðin samfélag, ákveðin skólar sem hafa meiri reynslu í verkefninu sem er kannski núna, bara fyrst segi ég á síðustu bara í mínu viti síðustu kannski 3-4 árum vissulega kom COVID frekar svona búið til eyði í þessum málum ekki svo mörgum öðrum en á svona tímabilinu hérna á þessum árum 2018-19 þar sem við erum að sjá fjöldatölur barna fylgja bara því að það var þessi nýja svona uppsveifla þetta er fólki sem kemur hérna með inn á vinnumarkaðan hjá okkur tekur börnin sín með sér að þá verður kannski svo breyting að þá verður verkefnið heiltækt og það var auðvitað því nú leyfið mér að svona vitni mína reynslu fyrir okkur sem að vorum búin að vinna við þetta verkefni langan tíma þá fannst okkur rödd okkar svolítið hverfa vegna þess að það var auðvitað þannig og það er bara ég ítreka það að það er bæði kreppan og ekki kannski síður ákvarðanir sem við erum svolítið verið að velta upp sem er kannski ræða núna varandi styttingu framhaldsskóla það sem er svona doldið tóku kerfið okkar niður og mörgum tilvikum hefur það verið að mörg sveitafélög með grunn- og leikskólana og að okkar viti ríkið hafa kannski ekki alveg í rauninni komið tilbaka með það kerfi á sama tíma þá þetta fara alveg aftur að hruni ég myndi segja það ég held ákveðin sveitafélög séu bara ekki búin að ná sér eftir hrunið og svo erum við vitum það að menn hafa verið að tala um að sveitafélög til dæmis skorast undan þessu verkefni og vísi það að þau ekki efna að reka sig sjálf það er partur af þessu öllu en stóra myndin er svolítið svo að við að mínu viti við höfum sofið á verðinum og þegar að við fórum á KÍ við vorum kölluð til í fyrrasumar þá flöggum við því strax að við teldum þarna verða menn að setjast yfir heiltækar lausnir sem að menn virkilega svona held að hafi reynt en þá komum við einmitt að því og það þetta tengist því sem að Guðmundur frændi minn er að fara að ræða okkur varandi bara hvar er laust húsnæði það hefur verið að koma upp fullt af málum sem að þetta eru erfið að horfa upp á börnin eru að flytjast á milli hverfa byrja út á Hótel Sögu svo voru þau komið inn til Reykjanesbæjar aftur upp í Mosfellsbæ þannig að það er svo margt í þessum praktísku atriði sem við getum örgulega öll tengt einhvern veginn við sem samfélag vorum kannski ekki tilbúin þannig að ég er svo sammála Nínu í því að það er ofsaleg einföldun að alltaf fara að segja þetta er þessu að kenna við sváfum á mínu viti bara lengi á verðinum og við
hjá kennarasambandinu og við í skólakerfunum öllum vorum búin að segja hérna erum við með hóp barna sem við teljum að þurfa að gera betur við vegna þess að það eins og velferðarvaktin sagði bara það þjóðhagslega óhagkvæmt að missa út unga einstaklingar sem ekki tilbúinir til þess að geta fullnýtt sína hæfileika og það ég alveg sammála því mínu viti, auðvitað það vissulega þannig að það hefur verið svona ákveðið svona verkefni að fá inn hópa, sérstaklega sem frá Úkraínu og Venesúela, sem að fá stóra hópa barna, því það svona stundum erfiðara að bara eðlilega, við erum með Íslendinga nýlendur í Danmörku, að það sem að börnin hafa verið að koma saman, til dæmis að námshópar Venesúela barna svolítið verið að koma inn í úrræði, þannig að þau svona kannski samlögun þegar við okkar krakka vildum við gera betur í, en það þannig að við erum alveg í stakkbúin til þess að gera þetta almennilega og ég virkilega vona það. Nú hefur OECD verið að rýna og við aðeins kynst í að það verið að gera úttekt og við trúum ekki öðru því að það sem þeir hafa verið að flagga það, þeir segi það að það vanti input í kerfið, skýrslan ekki komin. Þetta pening. Já, það vantar, auðvitað lífið þannig, það snýst pening. Akkurat, þetta snýst Já, það er að fá mentafólk fyrir peninga, ekki? Ja, algjörlega, ég leifum mér svona, ef ég umræðan í haust, til dæmis gagnvart skólakerfinu var svolítið þannig að það var sagt að menn svolítið stoppuð, fannst mér, þegar það var búið að finna skólavist fyrir öll börn, svo reyndar því miður, þá kom það nú upp sem til dæmis nýtt verkefni fyrir okkur sem við erum aðeins að vera betri, það voru fylgdarlaus börn sem var þá engin foreldri eða fullorðan nýtaði minni skólana, þannig við rakum okkur á það. En það auðvitað það sem okkur fannst svolítið erfitt var það að þegar skólavistin var orðin klár, þá fannst okkur stundum einhvern veginn röddin ekki fara mikið meira, því það auðvitað bara fyrsta verkefnið. Við erum með börn sem þurfa auðvitað í ljósi sína stöðu, þá þurfa þau ákveðna þjónustu, þau eru mörg hver ekki með okkar tungumáli eða okkar ekki einu svona grunninn, þau eru náttúrulega nota annað stafróf, bara við tölum úkraínska börnin sem að þau auðvitað þurfa að fá þjónustu og þar til dæmis höfum við rætta lengi að til dæmis menntun kennara hvernig þeir díla við námshópa sem komin að stórum hluta með börn sem þurfa þessa aðstoð. Þar hefur okkur vantað upp á, okkur hefur gengið illa að fá kennara menntunina inn í þetta verkefni. Þannig að það alls konar svona verkefni sem að við þurfum virkilega að horfa til sem þessar að tækja og lausna og þegar við förum í þau samfélag sem hugsanlega gera einhver mistök eða svo einhverja Skandinavíu, við höfum svolítið verið að horfa til Svíþjóðar svolítið, þegar Breiðholtinu var svolítið að horfa til þess, þá alveg fordæmi, við sjáum það að menn hafa verið að gera hluti sem að við höfum bent á að snýst það að metnaðurinn eigi að vera slíkur að menn keyri þannig á þetta að það verði ekki afsökun fyrir einn eða neitt, að barn kunni ekki íslensku eða þessi innflytjandi hvað það við bara gerum þá kröfu á það að kerfið okkar fyrir öll börn skilið einhvern ákveðin stað og það bara krafan og það ætla að fara svolítið að segja að við þurfum að hætta því að kerfið ræður ekki við, það jafnvel þó þið hætt, þá erum við þá með 12-14.000 börn sennilega sem að við þurfum þá að vinna með vegna þess að við græðum á því því að nú býi í Breiðholti, ég veit ekki hvað myndi gerast ef allt þetta fólk myndi bara ákveða það að fara úr landinu, ég held að Breiðholti ekki það hverfi sem ég myndi vilja sjá það allavega þannig að einföldunin mjög mikil og hún ekki að finna góða, við þurfum bara með þessi börn eins og öll önnur sem komin í kerfið okkar, við verðum að gera þetta vel. Guðmundur, Magnús segir að menntakerfið hafi fengið svona högg í hruninu og ekki verið bætt áður, það var sannarlega við húsnæðiskerfi, leigjendur hafa verið að benda á vandkvæði eða markaðsbresti eða hvað þið vilja kalla það á leigumarkaði svona frá 2013-14 ávart. Já, þetta á sér rætur aftur til þessa tíma. Þetta náttúrulega, það verður mikið högg í framleiðslu húsnæði þarna strax bara eftir hrun. Það verið að klára húsnæði þetta framöndinni 2009-2010 en svo koma bara 6-7 ár þar sem eiginlega ekkert byggt. Og ég var bara að taka undir það sem sagt hérna að þetta vanræksla stjórnvalda sem að skapa hana vanda. Það ekki tilkoma flóttafólks vegna þess að þau í þessu samhengi þau bara brot af þeim ferðamönnum og því starfsfólki sem að koma þetta til að vinna í ferðarþjónustu og taka upp húsnæði. Þannig að þetta ekki vandamál sem að þetta heimfara á komu flóttamanna vegna þess að hér hefur stanslaust verið lýst yfir neyðarástandi frá 2014, þá byrja einhvern átaksblæti stjórnvalda í húsnæðismálum
og búin að vera stanslaus síðan, stundum mörgum svona ári. Þannig að sko þessi vandi ekki tilkomi núna 2021 eða 2 eða núna á vormáðunum, bara alls ekki. Þetta búið að vera viðvarandi í tæpan áratug og það hefur ekkert verið gert. Þannig að þetta algjörlega heima tilbúin vandi sem verður bara að rauninni bara algjörlega ábyrgð stjórnvalda. Þannig að þetta ekkert eitthvað sem það heimfara upp á aukinn fjölda komi flóttafólks nema mjög litlu leyti. Og ef að húsnæðismálin væru í lagi hérna, ef að stjórnvöld höfðu sinnt skyldum sínum vegna þess að það hafa náttúrulega skyldur á húsnæðismarkaði. Það var skyldur til þess að tryggja bæði öryggi og jafnræði húsnæðismarkaði. Það rauninni fyrsta grein bara í lögum um húsnæðismál sem að ríkið rauninni ber ábyrgð á. Og svo hafa sveitarfélögin skyldur til þess að tryggja framboð á húsnæði. Það enginn að biðja deiluskipulög eða lóðablöð eða byggingarétti eða eitthvað samning eða glærukenningar. Þetta framboð á húsnæði sem að sveitarfélögin verða að tryggja og þau hafa ekki gert það. Hvorki sveitarfélag og ríki hafa staðis í þessu. Þannig að þetta vandamál, eða þessi vandir sem við eigum að etja algjörlega ábyrgð stjórnvalda og engra annara. Þau geta ekki og hafa aldrei geta gert framselt þessum skyldum sínum yfir á engamarkaðinn eins og hefur verið svolítið svona stefnan á þessari öld eiginlega allri hafa sveitarfélag og ríki dregið rosalega mikið úr uppbyggingu, svona félagslegri uppbyggingu á húsnæði. Það svona aðeins farið að vera að gera átak í því núna en það bara allt og seint og allt og lítið og það má sín lítils í þessu samhengi. En Leigjendasamtökin þau sendu frá sér tilkynningu í upphafi innrásarinnar í Úkraínu þegar að ljóst að Úkraínumenn myndu flýja sitt föðurland og þeim að boðið velkomin hingað og þá sendi Leigjendasamtökin frá sér yfirlýsingu og bentu á að ástandi í húsnæðismarkaði væri hryllilegt. Það væri ferðamönnum, væri ferðafjölg og væri augljóst að það væri álag út af ferðaþjónustun og þeim sem að vera að vinna þar og svo kæmu flóttafólk og þetta ef ekki væri gripið til aðgerða við húsnæðisuppbyggingu að þá yrði hér hryllilegt neyðarástand. Já, sem að orðið. Var eitthvað brugðist við þessu? Getur þú merkt eitthvað uppbyggingu í húsnæðismálum? Nei, ekki nokkra, enda kemur það svo daginn að núna mikið hrun í framleiðslu á húsnæði. Samtök Iðnaðarins er að nefna samdrátt upp á 60-70% ofan í vandamáli sem voru fyrir. Það er rétt að það var byggt duglega hérna á 2 ára tímabili, 2020 til 2020 og 2019 til 2021. Var byggt duglega. En það er eina skiptið frá 2009 á næstuð í 1,5 áratug er 3 ára tímabil þar sem að húsnæði framleiðsla í svona sæmilu jafnvægi. Öll hinn árin hefur verið allt og lítið framleitt af húsnæði og þetta er búið að fyrirsjánlegt vandamál. Þetta er ekkert vandamál sem að ætti að koma mönnum í opna skjöldu. Það vinnur hérna stór fjöldi hæfs starfsfólk, vel menntars og góðu launum, nokkur hundruð við að skipuleggja húsnæðismál landans á hverjum einasta degi, einhverjum einasta virka degi eru hundruð manna að líta yfir þetta og hafa gert í áratugi. Þannig að þetta ætti ekki að hafa komið með óvart vegna þess að orðræðan strax bara á fyrstu árum eftir hrunið þegar hann var ekkert verið að framleiða og menn sáu fram á það að það tæki tíma að koma byggingareinum í gang, að þetta ástand myndi skapast. Og síðastan áratug hefur ítrekað verið blásið til átaks í húsnæðismálum vegna neyðarástands. Frá 2014 þá fyrst verið að lýsa við neyðarástand í húsnæðismálum. Þannig að þetta eins og segja, þetta er algjörlega ábyrgð stjórnvalda, þetta er vanræksla og ámælisverð vanræksla sem er komið okkur í þessar aðstæður og svo ofan í kaupið þá kemur hið opinbera, sveitarfélagið og ríkið kemur inn á eftirspurnarhliðina inn á húsnæðismarkaði sem að eykur enn á vandan að sjálfsögðu án þess að hafa uppfyllt skyldur sínar á framboðsliðinni. Með því að tryggja framboð húsnæði þá kom svo stjórnvöld og að hrifsa til sín náttúrulega gríðarlega mikið af húsnæði fyrir flóttafólk að sjálfsög vegna þess að þau hafa skyldu til þess að gera það en á sama tíma þá náttúrulega valdaði mikið spennu og kergju og örvæntingu hjá þeim sem þarna fyrir vegna þess að það allt og lítið húsnæði og allt og mikið af fólki að berjast hvert leiðstu húsnæði. Við erum að heyra tölur upp 400
manns að sækja hverja einustu íbúð. Þetta eru raunverulega tölur. Við höfum heyrt þessa tölu 150-200, það eru þarna 2-3 mánaða gamlar. Nú maður að heyra þetta upp undir 400 manns að sækja hverja einustu íbúð og þetta bara stjórnvöldum að kenna og engum öðrum. Við skulum ekki fara út í eitthvað slag og láta, leigjendur með ekki láta draga sig inn í þetta hringleika hús stjórnvalda og berjast þar við flóttafólk. Við eigum sameiginlegan svona erkióvin í þessu. Það eru stjórnvöld sem eiga að tryggja framboð, öryggi og jafnræði húsnæðismarkaði og það hafið þau ekki gert og það er þeirra að gera það og þeirra að leysa vandann og það hafið þau bara ekki gert og hafa vanrækt þetta er bara stór alvarlegt mál. Þetta er ekkit eitthvað sem má svona ræðilegtum tón vegna þess að þetta er stór alvarlegt. Og þetta er að skapa félagsleg áföll sem að mun taka einstaklega áratugi að vinna úr. Það erum við ekki bara komin á þennan stað að það er víða heim, þá hefur verið bent á innflytjendurum og þeim kentum, alls konar hluti sem eru þeim ótendir. Aukna glæpi og minnkandi getur ríkisvaldsins til þess að veita þjónust og hitt og þetta. Verið að benda til þess að beina athyglinni bara eitthvað annað. Þetta er búið að vera að gera allan heim. Er þetta ekki bara komið hingað? Er ekki stjórnvöld bara að benda á flotta fólkið? Að það sé ástæðan fyrir því að það eru 400 sem að sækja hverja íbúð. Það sé bið eftir heimilislæknum. Að það sé erfiðleikar í skólanum. Það er kannski auðvelt að hrapa þannig ályktunum en í fyrra þá var 2022 og jafnvel fyrr þá voru samtök atvinnulífsins að auglýsa eftir eða gera sína greiningu á vinnumarkaðinum fyrir næstu ár og þá var talað að það vantaði 12.000 nýja einstaklinga inn á vinnumarkaðin bara á næstu 4 árum cirka og það að við séum að höfum tekið á móti 3.500 flóttamönnum á síðast ári það er þó kannski bara svona nokkurn veginn í takt við þá þörf og þá velti maður fyrir sér hvar átti það fólk allt saman búa sem að samtök atvinnulífsins er að kalla eftir. Það hefði þurft að gera ráð fyrir því að þessar nýju vinnandi hendur þyrftu eitthvað húsnæði og við viljum held í gjarnan sem samfélag að fólk flyti frekar hingað og sé með börnin sín í skólum og heldur en að það séu bara starfsmannalegur þar sem að fólk kemur og fer eftir nokkra mánuði og herbyrgjum í kojum. Já, og er svona kannski tekur aldrei almennilegan þátt í þeim samfélagum þar sem það býr. Þannig að ég held að það sé svona heillavanlegra að þeir sem eru þá vinnandi í fjölskylduna, þeir komi með börnin sín og maka. Þannig að þetta er svona, spursmál, hvort að við erum kannski bara yfir höfuð allt og seina átt okkur og ég held Þegar við áttum okkur að þá segja málsmetandi menn, þetta er ekki mér að kenna, þetta er flóttafólkinu að gera. Já, það er þetta bagalegt að það sé. Það hefur gert anstæði, það hefur gert út allan heim og hefur haft gríðarlega áhrif á þau samfélag. Já, það sem að þessu hefur verið haldið fram. Já, við höfum orðið var við þessa orðaði og þetta hefur komið frá svona fólkinu og þinginu, það er að gefa því skóna og gefa þessu svona byrjundir báða vangi að þetta sé ástæðan, að það sé allt og mikið af flótta fólki, þess vegna sé ástæðan til húsnæðismarkaði svona erfitt og það er bara einfaldlega ekki rétt. Við getum líka hort bara á hvernig svona almennt yfir húsnæðismarkaði þar sem að við erum með hæsta hlutfall í Evrópu allavega höfuðborgarsvæðinu af íbúðum í skammtímalegu. Þau lönd sem hafa nálgast okkur í prósentuhlutfalli hafa öll sett bara neyðarlög eða bráðabirlög húsnæðismarkaðin til þess að þannig að húsnæðisvandinn er ekki tilkomin vegna flóttafólks þó að kjörni fulltrúar séu að gera því skona og gefa þessari orðræði byrjund báða vangi og auka þar mig á svona andúð gagvað þessum hópum. Mér finnst þetta er stóra alvarlegt og mér finnst þetta andstyggilegt hvernig stjórnvöld hvaða hlutverk þau hafa leikið í þessu.
Ég held að með rétt sem Guðmundur sagði hérna á hann, auðvitað höfum við heyrt þetta, við heyrðum þetta í haust það sem að fólk verið með þetta, svo þú ert að lýsa, fór að blanda því saman að það var ekki til leikskóla pláss fyrir, svo segja mér íslensku börnin sem eru auðvitað hræðilegt að lesa, því að þessi börn eru allir jafn íslensku svo við, það er bara þannig, við erum öll innflytjendur á þessari eyju, það er bara þannig. Þau komum svolítið bara seinna en við. Þannig ég held að það sé auðvitað bara, eitt stóri parturinn er auðvitað bara þessi að við sem samfélag, við eigum einhvern veginn, nema við geta lært af þessum samfélagum í kringum okkur og því miður ég auðvitað hræddur það, eins og Guðmundur vísi í, að menn ætla að fara sömu leiðina. Því það er auðvitað það sem við sjáum, ég kom frá Finnlandi, þar sem núna erum við að sjá flokk sem hefur verið frekar róttækur í umræðu, komin bara í valdastöðu í finnska samfélaginu. Það finn ég að kollega mínir í kennarasamtökunum hafa miklar áhyggjur af því þeir hafa verið með alls konar meldingar það í rauninni frekar en að bregðast við með að styrkja kerfin, einhvern veginn bara að loka á einhver ákveðna þætti og fara að búa til hluti sem engum þóknanlegum nema einhverjum fyrirsögnum í einhverju Facebook-leik sko. Þannig að það er þetta það sem er málið og við verðum svolítið að reyna, bara þess vegna vonandi svona þáttur eins og þessi og undir fleiri sem að velta því fyrir sér hvort við ætlum að fara inn í þann veg, að fara að búa til þessar við á móti þeim sem er auðvitað bara klassist í gegnum söguna og bara við erum með stríð í gangi vegna þess að það er þjóðhöfðingi sem ákvað það að tekna sér óvinn til þess að búa eitthvað til. Þetta er auðvitað bara mjög mikilvægt að við sem samfélagi einhvern veginn reynum að vinna okkur upp úr og það er verkefni, það er komið og við erum orðið vör við það inn í skólakerfunum að það er akkurat svona umræða sem við finnum og heyrum sem er auðvitað bara galinn að barnið mitt fá ekki þjónustu út af einhver öðru, barnið mitt ef það er ekki að fá þá þjónustu sem ég tel eða þjónustu og menntun sem ég vill það fái, þá er það vegna þess að kerfin hafa ekki verið að bregðast rétt við. Það er kannski það sem að við erum alltaf að reyna að segja vegna þess að auðvitað við vitum við það. Þetta við setjum fram svona kröfu og segja, heyrðu, við erum bara á þeim stað hérna, við getum ekki brugðist við 14 börnum sem að koma hérna án fylgdar, við verðum að fá aðstoð við það. Að þá er alveg viðbúið einhver segja, bara heim með þau. Þetta er auðvitað þessi umræða sem að... Þetta er umræða sem inn í skólanum? Ekki kannski inn í skólanum, en vissulega við auðvitað verðum við vör við það inn í skólanum öllum að það er þannig. Og núna erum við til dæmis með þessi börn sem eru komin inn á framhaldsskólaaldur sem hefur náttúrulega verið það kerfi sem hefur kannski verið lengst frá vegna þess að því var kipt svolítið saman og það er komin umræða það hvort það var rétt ákvörðun eða ekki. Þar erum við núna, við erum að útskrifa út úr grunnskólanum þá það bil svona 1500 börn, 12-1500 börn á ári úr grunnskólanum upp í framhaldsskólakerfi sem að velferðarvaktin bent á í fyrra væri bara alls ekki tilbúin í það og þá erum við að heyra það að einhver komist ekki inn í einhvern skóla, sérstakann skóla út af einhverju öðru og það er akkurat þessi umræða sem að Guðmundur vísaði á sem að á bara við og ég hef svo sem rætt áður við þetta borð hérna, hvort að þetta samfélag þarf ekki einhvern tímann að fara að segja í speilin sin og segja hérna hvað ætlum við að gera, hvernig samfélag viljum við verða því aftur nýkomið frá Finnlandi þar sem að ég sá bara í gæra, það var stjórnin og hvað segir stjórnin, já, við þurfum að skera niður öllum kerfunum okkar, við heyrum þetta í sveitarstjórnarkosningum þegar það er búið að kjósa fólk eða þegar fólk kemur á Alþingi þá ætla menn að draga úr ríkisútgjöldum og við höfum margoft flaggað því í skólakerfinu við teljum það að vera komið á einhvern ákveðin stað í einhverjum þróttmörkum og þá auðvitað þegar við fáum verkefni sem við náum ekki að díla við þá er akkurat það sem Guðmundur að lýsa alveg það sama inn í okkur þá fáum við frustrasjón hjá foreldrunum og börnunum sem vilja koma í skólanum til þess að fá það út úr kerfinu sem við vilja og hjá starfsfólkinu sjálfur sem upplifir það að ná ekki að koma til móts við börn. Ég hef sem stjórnandi grunnskóla setið með fólki sem er að koma til Íslands einmitt postið það flótta fólk eða fólk sem kemur hér til þess að vinna og segir mín menntun verður aldrei metin. Þetta er fólk með háskólagráður sem er að vinna sem þjónustu fólk með veiningu fyrir þeim góða að gera í veitingageranum eða einhvers staðar annars staðar og segir en ég vil að barnið mitt komist inn í kerfið og nái að fullnýta sína hæfileika. Þetta eru hræðilega örlög að horfa svo upp á það að vera með á þeim stað að ennþá vera að reyna að klippa og líma einhverja hluti í einhverju bútasaum og vitandi það að þetta fólk kemur hinga með þær væntingar. Hinga flytur enginn svo glatt út af veðrinu, heldur vegna þess að er það við viljum komast inn í einhverja aðstæður og við komum með börnun okkar sem við viljum Ég vil bara Það skulum ekki rifja það upp. Það erum að tala hjá þeim einstaklingum sem koma hér einir og einmitt eru komnir hérna í alveg einhvers konar verbúðarlýs eins og lýstir á þann. Við viljum hitt og þá verðum við að taka þessi skref. Og þá er það okkar allra hérna einhvern veginn að reyna að bregðast við þessu umræðu sem er komin í gang og benda á það. Það er alls engin sanngirni í því. Því að eins og ég segi, ég hef ekki heyrt svona pólitíkusa
hvort sem það eru í Finnlandi eða Svíþjóð sem hefur verið svona frekar hávar eða þeim sem eru að byrja að tala þetta núna segja neitt annað en það bara, við ætlum að loka landinu og þar með lausnin komin, sem eru auðvitað bara galið. Það er auðvitað bara, Þetta eru stjórnmálamenn sem hafa náð völdum í Svíþjóð og Finnlandi og Ítalíu og þeim eru náð völdum á Spáni núna í sumar. Og kannski ástæðan fyrir því, mér dætti út að segja að við ættum að koma saman ákveðin samfélag við viljum hafa. Ég veit ekki samfélagsrýnin Adam Curtis sem að býr til myndi fyrir BBC. En hann sagði einhvern tímann að einu sinni snéru stjórnmálum framtíðina, hvernig samfélag við vildum hafa. En það breytti svona 1980. Núna snúa stjórnmálum það að stjórnmálamenni ætla að verja okkur fyrir ykkur ógn. Og þannig að búið að vera undan fyrir 40 ár. Og það stjórnmálaumhverfið sem við lifum við. Og þess vegna eru þessi flokkar að sigra. Og þess vegna stjórnmálafólkið okkar annars verður að tala svona eins og við höfum verið að vinna til hér og svo hins vegar kannski ekki með svo sterk ansvar með einhverjum valkosturinn á móti, hann kannski ekki svo sýnilegur og kannski á hann engan vettvang þar sem að við erum raunverulega að tala hvernig samfélag viljum við. Ég held að við höfum þurft að taka þetta samtal miklu fyrr en svona í þessu svona samhengi frá því að innflytjendum fóru að koma til Íslands. Þetta náttúrulega frekar stuttur tími, svona í samanburði við nágranna löndin okkar og svona almennt þjóður í Evrópu, eða lönd í Evrópu og hér var bara 1996 var cirka 2% af fólki af erlendum uppruna og þetta þýtur upp á þessi tala þýtur upp á stuttum tíma, svona 20-25 árum. Og nú orðin 17 held ég, örglan. Og vinnumarkaður komin yfir 20. Já, þannig að og meðan á þessu tímabili lendum við líka hruninu og síðan kemur COVID og svo framvegis. En ég held að við höfum bara því miður sofið dálítið á verðinum með þetta. Og það hafi verið svona kannski og sérstaklega eftir hrun, það var ákveðin það var ákveðið fjármagn sem var sett í það að gera fólki auðveldara og kleift að komast inn í samfélaglegri íslensku og svo framvegis og svo það skorið niður mjög harkalega í hruninu og náði sér ekki beinlínis á strik eftir þetta og við höfum kannski bara einhvern veginn. Ég talaði innflytjendur fullorðna sem eru að tala hvernig tilhögunin á íslensku námi fyrir innflytjendur og það er ekki gott. Nei, það er algjörlega, það er ekkert nema leiktjöldin. Nei, ég held hins vegar við erum náttúrulega bara, þú veist, við eigum við erum velstæð þjóð, eigum mikið af auðlindum, ættum að geta að skipt því jafnar sem við höfum. Og við viljum fá fólk til landsins og við viljum líka geta ferðast. Ef við viljum hafa ferðaþjónustu þá verðum við að fá fólk til landsins. Já, og við viljum líka sjálf geta ferðast til annarra landa og dvalið þar skemmri eða lengri tíma. Þannig að það var lógist ef við ætlum að loka landinu að við færum þá heldur ekki neitt, enginn færi héðan þá heldur. Þannig að það væri þá bara í báðar áttir. En ég finnst einhvern veginn þegar maður hugsa bara það sem við gerum og getum Íslendingar, við getum græið og redda hlutum á ótrúlegan hátt þegar í raun áþarf að halda og við höfum sýnt það gegnum tíðina þannig að mér finnst svona þessi umræðum innviðana hvenær nóg og hvenær þetta mikið það er fjöldi landa í Evrópu sem eru með miklu fleiri hlutfallslega heldur en við og takast samt á við það og ég held að við getum það. Við erum bara full að trú á okkur. Þannig eru þið að tala svona jákvætt þetta, að við tökum lögum það sem ég reyna með fyrirsögnum Mogganum fyrir fram mig, sem að Bjarni Ben að labba á ríkisráðsfundin og hann segir málefni lögreglu og útlendinga brenna á þjóðinni og það sem hann segir síðan ekki það að nú tökum við á og lögum grunnskóluna þannig að við getum veitt öllum börnum góða menntun, að við höfum húsnæði þannig að það sé fyrir alla. Hann ekki að tala það. Hann að tala um vopnaðingur lögreglunar, hann að tala lokun landamærana. Einhver leyti erum við bara, núna það er verið að tala það hafi ekki verið þessi tónn í stjórnmálunum í Íslandi. Ég heyr ekki betur en hann sem bara kominn og hann bara í ríkisstjórn.
En minnum við erum auðvitað aðilar að sko alþjóðlegum sáttmálum eins og geimfarasáttmálum, þar sem að fólk hefur rétt til þess að koma og sækja vernd og okkur ber sem þjóð og landi að veita þeim að taka þeirra mál til skoðunar og veita þeim vernd ef að gögnin sína að það sé réttlætanlegt. Þannig að við sko þurfum þá kannski að hugsa þetta lengra, erum við að segja okkur úr þessu samfélagi þjóðana með þessari orðræðu. Ekki bara stjórnvöld þarna búin að finna sér unni svona hálfgeitt svona scapegoat eða svona sameiginlega óvinn og getur svona safnað kjörfylgin á bakvið sig og sagt þetta er það sem við erum að kljást við, það eru glæpamenn, erlendi glæpagengi og flóttamenn og nú skulum við sem samfélag taka það verkefni í sameiningu, ekki að laga inn við hérna að laga heilbrigðiskerfið að setja meira fjármagn eða sækja peningi í auðlindur okkar og byggja upp húsnæði. Nei, við skulum sameinast í að berjast á þessum utanakomandi hættu. Þetta er svona kunnulegt stef úr bara svona fasista ríkjum liðinnar aldar og mann sko finnst þetta er svona virðist vera lausnin á vandamánu sko. Það er ekki það er ítrekka verið að svona gaslýsa komið því að ástætti sé kannski ekki svo slæmt eða þá jafnvel að sé verið að gera eitthvað stórkostlegt og það er bara ekki verið raunin en núna verið vera svona sameiginlegu tónn á ólíklegustu stöðum vera þessi að við þurfum að sameinast að sko verjast þessum sameiginlega óvinn sko sem eru erlend glæpagengi eða flóttamenn, þetta er náttúrulega En svo er þetta fólki sem heldur upp í kerfunum. Við getum ekki reistu við nema með því. Við hafa skólakerfið alveg svo heilbrigðiskerfið. Ég er ekkert að íkja með það. Þið fengið ekkert að borða og það er ekki friði. Algjörlega þannig. Frábært starfsfólk komið inn í skólana sem er með ólíkan þjóðarbakgrunn. Þú vísar í Bretland og þeir auðvitað er alltaf bara lendir í ákveðnum vanda. Þess að eftir Brexit og það þannig að þeir hafa verið að missa fólk úr landi og það einmitt kemur oft í ljósi í þessum minni samfélögum þar sem þetta fólk var að koma vegna ódýrs húsnæðis, vegna þess að þau samfélagi eru bara verða fyrir mikilli fækkun og þetta er bara akkurat það sem við getum alveg hort á eins og ég segi upp í mínu samfélagi upp í Breiðholti eða stöðum út á landi þar sem tilkoma nýra Íslendinga hefur orðið bara ákveðin breyting vegna þess að það auðvitað þessi mýta lata innflytjandann, hún er bara eins og Nína vísar hérna með tölum er bara svo tilfinning sem ég hef haft að þetta er fólk sem vill fá að vinna, vill fá að vera partur af samfélaginu en þessi mýta verður til í einhverjum svona leiðum vegna þess að það er þetta besta sem þá þarf ég ekki að takast á við vanda með því að vísa honum frá, þetta er bara svona þekkt í alls mannlegum samskiptum ef mér finnst eitthvað vandamál vera þess eðlis ég þarf bara ekki að svara því sko þarf ég ekki að gera því og það er auðvitað bara þessi tilneying sem maður vonar að lítið samfélag eins og okkar sem er auðvitað viðkvæmara heldur en kannski milljónarsamfélag kannski að maður heldur það að okkar samfélag standum meiri brauðfötum og ég hef alveg rætt það inn í bara svona í okkar samengi að þessi samfélag sem að sannanlega geta bara sagt það að fá hérna inn nýtt blóð það fólki, bjargaði fólkin okkar, þú veist, ég þekki til fyrir austan, fyrir norðan, fyrir vestan, það sem við erum í samfélag sem að voru komin að fótum fram sem að, hvað sé ég, ef hún átti orðið bjargað, þegar allir byggur til lífin og stöðun sem nú svo hafa ég lifna við. Þetta eru bara aktuelt venjuleg mál sem að menn einhvern veginn svona hrista frá sig, það er nú bara svona þetta lítið eða hvernig það var, en þetta er bara parturinn af okkur og það er kannski það sem að, svo ég halda fram á svona, þetta vísa bara svona mína reynslu á KÍ, það er það sem ég finnst kannski núna vera að nú er þetta ekki lengur bundi við einhver ákveðin svæðu hér og það var pólitíkin allir að bregðast við þessum fyrirsögnum sem að þú ert að lýsa þá er þetta bara okkar allar sem erum inn í kerfunum að benda þetta er ekki málið sko. Það er fyrir utan það náttúrulega að ég upplifa það líka að horfa þetta í barni sem að fær ekki vist á Íslandi er þetta bara hræðilegt og bara gleymum því aldrei sem við upplifum það þegar það gerist því að við viljum vera partur af samfélagi þjóðana og það oft hugsað út í það var fjölskylda sem að Ísland mat ekki tilbúið vegna þess að á þeim tíma 2019 var Úkraína ekki metin austurliðið til Úkraínu var ekki metið sem hættulegt land sko. Svo að segja nú stundum það einhvern veginn að þegar við förum að tala að senda fólki í burtu, þú veist hvað erum að senda það í sko. Það er að umræðan verður stór og við eigum bara einhvern veginn að reyna að koma því á að þessi ríka þjóð, þess að Nína vísar í, sem að sennilega þá sækir ekki nógu mikið pening til þess að gera þetta sem við erum að tala og við vorum hérna nýlega ég og Sonja og Ragnar að ræða það að okkar samtök hafa aðild að húsnæðisumræðinni, þar er þetta bara akkurat það sem Guðmundur að vísi, menn voru bara með stopp
og svo hefur verið erfitt að fá fólk að stað og svo hefur verið erfitt að fá fólk til þess að fá lóðir sem þýðir það að það sem hefur þó kannski verið byggt eru dýrar eignir sem að fara aldrei inn á leigumarkaði eða inn á fasteignamarkað fyrir þá sem eru að koma nýjir þar inn. Þetta er einföld úrlausnarefni ef að menn eru bara tilbúnir að stiga inn eða vilja leysa þau og það er auðvitað bara einhvern veginn umræðan vonandi snýst því að ég held að með það sem að maður allavega að heyra í þeim samfélögum í Skandinavíu sem að tóku þessa línu sem voru bara svolítið á því einhvern veginn að þetta væri bara ítt frá þeim og við getum farið inn í Malmö á sínum tíma sem er leiðréttu þá hugsun sko að þá held ég að við og ég hef alveg verið í sambandi við Íslendinga sem hafa sagt mér finnst Ísland svolítið vera á þeim stað sem að Norðurlöndum voru alltaf að gera alls sömu mistökin einhvern veginn að halda það bara máli hverfi og það ger ekki neitt því að það eitthvað verði betra. Við eigum auðvitað bara vera bara heiðarlega hreinskilið við það er að bregðast við vegna þess að þessi krafa ég hef bara heyrt á stórum mjög fundi samtök atvinnulífsins ræða þetta og þá leiði ég mér að benda strax á 12.000 starfsmenn gera þó var ekki nema annar hver þeirra væri með maka þá erum við konið upp í 18 fullorðna og svo fylgir kannski bara 2 börn þá erum við konið upp í 36.000 mann innstreymi við þessari ósk þeirra sem er lámars ósk sko meina sumi vilja tala 50.000 og þá hljótu við alltaf að gera eitthvað eða ekki en það er einhvern veginn því miður og umræðan þarf að vera þarna og það er bara ég held við getum alveg auglýst eftir þegar umræði núna því að ég treysti því að þetta verður nú ekki lendingin þó að fyrirsagnirnar í dag séu með þessum hætti. Það kostar þetta þegar þú ert að segja að það sé ekki að gera eitthvað en það eru þeir sem eru ekki að gera eitthvað sem að láta svolítið eins og þessu einu sem eru að gera eitthvað. Það er svolítið kostarlegt. Já, ég held sko kannski bara verðt að minnast þess að því að það er nú alþjóðlegi flóttamannadagurinn á morgun 20. júní og það sem er verið að rifja upp þessar tölur hvað og svona taka púlsinn á stöðunni að það eru 108 milljónir fólks á flótta og það er hendar stærri hluti þeirra eða svona, já, rúmlega helmingurinn er á vergangi innan eigin lands en af þeim sem að fara yfir sín landamæri þá eru svona 2/3 sem eru í löndum þar sem að í fátækarlöndum og nágrannlöndum við þessi átakasvæði þannig að það mætti stundum halda fréttum hér að það væru allir flóttamenn að reyna að komast til Evrópu og allir að reyna að komast svona, sem nyrst og til Norðurlöndana og þessara velferðaríkja en það er náttúrulega alls ekki þannig og við hugsum bara þessa risastóru tölu það að við tökum á móti örfáum þúsundum það er nú bara það minnsta sem við getum gert held ég. Og þegar við tökum Úkraínu frá sem að enginn er leggja til að við hættum og síðan að Venezuela sem að voru sérstaklega bóðin velkomin af íslensku stjórnvöldum þegar út af einhverju pólitískum ástæðum að það var Íslendingar voru að taka þátt í einhverju svona hálfgerðu valdaránstilraun bandarísku leyniþjónustunnar það var einhver svona stemming og svo tökum við það fólki sem að þar er eftir þá er þetta bara örfá hundruð sem að því að svona, við tekjum svona alvöruna sem er í umræðinu hér að allar hann vanda sem er í íslensku samfélagi að þá er svolítið sérstakt að ætla að leggja þann vanda á þessa sem koma hingað veglaus í leita skjóli. Það lítur að vera svolítið svona og það er oft bara það er ferð upp á líf og dauða hjá mjög mörgum og svo er þetta staðreyndin svo að við skulum alveg í okkar kerfi þá er það ekki þannig að innflytjendabarn eða flóttabarn sé að fá hvítt og íslenska barn er að fá svart það er náttúrulega bara mjög oft þannig að það eru samlegar áhrif af því hvernig kerfið bregst við ákveðnum verkefnum sem að börnin geta átt sameiginlega. Tungumálið er tiltölulega fljótt að svona fara á einhvern stað við getum fara að vinna með aðra þætti. Þannig að það hefur aldrei nokkuð tíma verið umræðan þar að við ætlum bara að taka afmarkaðan ákveðin þátt sem situr þar í. Heldur bara erum við að vinna með einstaklingar sem eru bara eins og öllunum börn og díla við alls konar hluti sem okkar börn geta verið að upplifa og mjög fljótlega í skólum sem að ná að leysa verkefnin vel að þá verður við komin með það að það verður þannig að við erum ekki bara, það er bara ekkit, ég held að sé bara hugsanlega við einhverju móttöku
þar sem menn eru með börn í einhverjum svona ákveðnum verkefnum, en svo fara menn að innleiða og innleggja þess að búa til þessa heildstæðu umræðu að börn eru börn, og þá það auðvitað þannig að ef að kerfin gera vel, þá er kerfið að taka á öllum börnum, spuru ekki að eftirnafnið kennitölu, sko, og það svolítið það sem í flest öllum tilvikum, þá eru ofta að tala verkefni sem að við getum alveg hort til íslenskra barna líka, að kerfið vanti svona sterkari hendur við það að bregðast ákveðnu verkefni sem að verður auðvitað flóknara. Það er flóknara að eiga við barn með áfallastreituröskun sem að kann ekki spænsku, eða barn sem er að fara í gegnum einhverja greiningarvinnu tengt einhverjum vanda sem að kann ekki íslenska tungumáli, því við eigum til dæmis mjög lítið af slíkum tækjum og eru tungumálin íslensku ennþá, þó við séum búin að vera með allan þennan hóp, að þá er það eitt af þessum verkefnum sem eru, og svo þau eru komin á þennan stað, þá vinna menn með ákveðnum hætti, og það er auðvitað bara að því sko bregðast við einhverju mítum, því bara lefum aðeins verða á því Venesúla hefur stór hópur, auðvitað er þetta börn sem hafa gengið í gegnum ýmis áföll, og það er auðvitað bara partur af því við samfélagið þjóðana að taka móti börnum með þeim hætti. Það er ekkit einfalt að fara úr landinu sínu eða aðstæður sem voru, og meina við höfum verið að fá börn úr flóttamannabúðum til dæmis í Líbanon, ég þekki það, sem að börn hafa ekki komið í skóla í svo árum skiptir, og það er auðvitað áfall fyrir barn, og við viljum koma til móts við þann einstakling. Stundum segi ég að okkar stundum þáttaka hefur eins konar stuð að horfa í fréttunum og svona taka undir hattara sem við gerðum öll, en það bara stundum ekki nóg að vera full út í sko það að við séum okkur ákveðnum stað hræðilegar fréttir frá Afríku núna. Ég meina, við viljum sem hluta samfélagið þjóðana vera á þeim stað að koma til móts við þessa einstaklinga, og við eigum að greiða því, sko. En það er bara auðvitað þetta vandamál sem þetta er að stundum fara með eitthvað ísölera, láta þess að þarna sé eitthvað svona sérstætt rosa verkefni, það er vissulega sérstætt í upphafi, upp á ákveðnu marki, en ef vel er gert og það er auðvitað reynsla Skandinavana, þá ertu mjög fljótur að vera bara komin með verkefni sem að bara allir græða á, sko. Samkvæmt rannsóknum þá svona gagnast svona sértæk úrræði fjöldanum að lokum. Að lokum. Það er bara Við höfum orðið sko áskynja og við höfum verið að taka stöðuna fólki, sérstaklega fólki frá Úkraínu á húsnæðismarkaði sem hefur verið húsnæðisleit, og það lýsir hreinlega yfir sko furðu sinni að koma hérna í þetta velmeguna land og kannski eftir alveg hræðilega lífsreynslu og telur sig koma hérna í svona ákveðið stuðningskerfi og eiga svona einhverja ákveðina hafa einhvern ákveðin fyrirsjáanleika. Það lýsir hræðilegri reynslu sinni af því að vera hérna húsnæðismarkaði, og ég virti konu með 2 börn sem spurði bara hvað er það að spá í hérna? Ég er bara rekin hérna út á leigumarkað, ég er með einhverja tryggingu frá Reykjavíkurborg og svo er ég bara sækjandi íbúðir hérna alla daga og mér er ekki svarað. Og það er bara þannig að leigusalar, sko, þetta er náttúrulega bara eins og síldin hjá þeim, að þeir taka bara feitust og bestu sílduna efstu tunnunni, það er ekkert að grafa onni og aðtök hver hérna í númer 350 sem var sækjum, og fólk er bara furðu lostið yfir því og komandi þó af stríðsæðum svæðum og kannski er búin að tóna kannski niður svona eftirvæntingar stöðulinn sinn, en er samt sem áður verður fyrir hálfgjörðu sjokki þegar kemur hérna inn á húsnæðismarkaðinn. Þetta er náttúrulega algjört ófremdar ástand og bjóða fólki af stríðsæðum svæðum í áfalli eftir að búa við stríð og pyntingar og morð allt í kringu sig og taka svo ekki betur á móti því. Þetta er alveg bara skömm. Og eins og sé, og kannski fara ekki út, við vorum öll á þeim staðum að taka á móti fólki með því við öllum að opna landið, en svo bara er það svo stutt. Þetta kannski þú að lýsa eins og bara í skólagerðinu, þú veist, þegar barnið var komið inn í skólan, þá vorum menn kannski tilbúin að segja að við erum komin á eitthvað stað. Magnús, ef þú býður fólki í mat, það verður að vera eitthvað í mat, þú getur ekki bara boðið fólki. Það er akkurat það sem við erum að svolítið að tala um. Það er svolítið stemmingin. Og komum bara á sloppnundu dyra Þetta er samt, sko, þetta er ekki alveg einstakt, ég meina þegar að gosið í Vestmannaeyjum varð, þá kom hérna 5.000 manns, var það ekki? Upp á stóru eyjuna. Já, bara á einum degi. Og það var gríðarlegt átak og mikið gert til þess að taka á móti fólki, en það maður heyrði líka svona þreyturaddir, ég man alveg eftir því þó ég hafi verið barn á barsaldri, en svona þessi Vestmannaeyingar væri fá alltaf mikið og þetta væri þeir væri rauninni vandamáli en ekki
hvort að við getum einhvern veginn Það voru náttúrulega byggð hverfi hérna vísfjörðu Suðvesturhorninu sem að standa bara flest enn og eru vinsæl. Hverfi mitt? Já. Það eru mjög vinsæl hann upp í Breiðholtinu, Viðlæðshúsin, mjög fallegt hverfi. Og Garðabæ, til dæmis. Það handlar kannski annað sko þegar sko einn hópur bara fær raunni sko bara alla athyglinna, allt atgerfið og allt átakið í einhvern ákveðin tíma og það allt gert til þess að mæta þörfum þessar fólk sem getur ekki útvega þessu húsnæði sjálft. En sko í dag ekkert gert. Þannig að sko það kannski, ekki skrítið að eftir kannski ár þarna 1974-75 að einhverjum hafi farið að leiðast tófið og hugsa að það verið að gera allt og mikið fyrir þessa Vestmannaeyinga. Það kannski skoðun sem átti einhvers staðar rétt á sér vegna þess að hafa gert svo mikið en nú ekki verið að gera neitt fyrir neitt. Þannig að sko þetta er sko mjög ólíku saman í jafnar varðandi það. Það var allt gert og það var allt reynt og það var, menn þú gengust við ábyrgð sinni og skildum í að koma fólki í húsaskjól. Það var allt gert. Það var margt gert. Ég vil alltaf að, sko, þó að við höfum verið að ræða það sé ekki nógu gert, þá vil ég bara sko þakka þeim sem hafa tekið þátt í því að taka á móti flóttafólki með Rauða krossinum og sveitarfélögunum og öðrum samtökum. Það gríðarlegur fjöldi úr bara hópi almenning sem sko leggur mikið á sig og sem eiga þakki skildar. Þannig að almenningur hefur tekið á sínu. Já, mjög. En við þurfum fleiri, svo sem líka. Okay. Herðu, takk fyrir að koma og ræða þessi alvarlega mál. Við grunum að þetta verði eitt af því málum sem við munum ræða hvað mest hérna við Rauðaborðið á næstunni. Nína, Magnús og Guðmundur, kæra þakkir. Takk sem leiðis. Og við ætlum að skipta yfir í næsta mál hérna við Rauðaborðið. Við ætlum að tala Guð eða skortin og Guði, trúleysi og trúarbragðastríðið sem var hérna á fyrstu árum þessar aldar þegar vantrú og trúleysingjar börðust gegn áhrifum kristni á Íslands samfélag. Þetta er glögg. Við ætlum að horfa aðeins aftur í lok þáttarins til tímabil sem var hérna aldamótin og kannski frekar eftir aldamótin. Þegar að það geisaði mikla deilur í íslensku samfélagi trúarbragð, fyrirferð trúarbragða og kristina trúarengum í íslensku samfélagi. Þetta er svona tímabil sem að kannski margir tengja við vantrú. Til þess að við erum að rifja þetta upp núna er að Kristinn Theódórsson, alltaf skrifa greinar á Vísi, þar sem hún fjalla svolítið, horfa tilbaka til þessa tíma, þar sem að þú tókst þátt í því á svona öðrum að svolítið gagnrýna fyrirferð kristinnar í samfélaginu. Já, algjörlega. Þetta þótti mann alveg óbáslega áhugavert og þykir ennþá, þó að hafi náttúrulega breytt svolítið áherslunar. En þarna upp úr 2005 eða eitthvað, þá fór ég svona dettin á bloggið á Íslandi og þá fór maður að velta þessu fyrir sér öll þessum trúarlegu hugmyndum og hvort það ættu rétt á sér og hvort það mættu vera mótandi fyrir stefnu samfélagsins og slíkt sko. Og ég var alltaf meira og meiri svona aktivist í rauninni og skrifa þessa hluti. Heit vantrúarmaður. Já, svo var ég ekkert lengi í vantrú sko. Ég er alls ekkert einn af þeim sem stofnaði til vantrúar en eitthvað. Það voru aðri gaurar og krakkar. En trúleysingi? Trúleysingi, já, ég var mikil trúleysingi og alin upp í því held ég svona mest út af pappa mínum sko. Við vorum svona vísindahyggjumenn saman. Svo En maður sem skrifa greinandur í Vísi, hann er meiri svona efasemdamaður. Mennar þá ég? Já, ég er kannski orðin það í dag sko. En ég segi ekki að þetta er svo Páll Póstuli sem hafi snúist þarna á leiðinni til Damaskus. Það er ekki svona eldglæringarnar á voru áður. Nei, ég held að maður hafi breyst svolítið sérstaklega í þessu heimspekinámi sem ég fór í. Og ég held að ég hafi lært ýmislegt og það hafi breytt afstöðu minni. Það sé ekki bara ég að gleyma tilganginum með eitthvað svoleið sko. Herðu,
reyna að skilja þetta tímabil og þig. Já. Hérna, hvað, að þú nefnir þetta að þú hefur verið að byrja að blogga og svona, kannski þetta tengt í að sko netsamskiptin, svona forveri samfélagsmiðlana, þetta er á sama tíma, heldur að það geti verið tengslan á milli? Já, ég held að það verið mjög mikill áhrifavaldur að það var svo vinsælt og skemmtilegt að stofna svona bloggsíður og hafa eitthvað þema. Og mitt þema var fljótlega svona heimspekilegar vangaveltur um heiminn og hversu, og ég var mjög svona aggressíft á móti trúarlegum hugmyndum, mér varst það svo vitlausar sko. Og skemma fyrir í samfélaginu? Já, ég held að mig að segja sko að þessi trúleysisaktivismi sé alltaf það að maður vill helst ekki horfa upp á einhver svona ákvarðatöku sem kannski guðsaði mér að gera það. Nei. Og það náttúrulega ekkert mikið það í dag. Nei. En það var alveg til í dæminu kringum aldamót í amerískri politík og víðar í heiminum að það þótti bara að vera fítarökstýringur að þetta sé kristulegt eða Guð segi það eitthvað svoleiðis. Það fannst manni algjörlega fráleitt sko. Það stöðt síðan að við höfðum varaforseta í Bandaríkjunum, Pence, sem að talaði svona út að segja. Já, akkurat. Og í rauninni sko, þó að ég segi í þessari grein að þetta sé nánast búið spil á Íslandi, þá það alls ekkert í Bandaríkjunum. Nei. Og hann mætti náttúrulega segja að þar sé þessi slagur alveg í fullir vikni, en samt það mjög breytur sko, því að sko, þessi bloggarar og hugsuðir sem voru mínir minna fyrirmyndir þegar ég byrjaði að blogga í Bandaríkjunum, þetta var náttúrulega, maður byrjaði að skoða þetta ameríska blogg, þetta enskumælandi blogg, fór síðan að gera hluti í svipundúr. Þeir eru allir hættir að tala um trúleysi sko. Það er allir hættir þessari umræðleiku við sko. Akkur heldur það sé? Ég held að það sé að því að þó að ástandi sé þannig að þú sért með Mike Pence að tjá sig í Bandaríkjunum, þá held ég að sé einhvern veginn farin úr þessu allir vindur raunverulega. Ég held að þessi hugmyndafræði sé á miklu undanhaldi og einhvern veginn að það þykir bara ekkert spennandi lengur að standa í miklu andofi gegn því. Meinar það að ítök kristinir hafi minkað? Sumir getur andmælt í og sagt til dæmis að bakslag í frelsi kvenna til þungunarofs væri dæmi að kristinir væri bara alls ekkert að gefa eftir í Bandaríkjunum. Já, ég geti alveg tekið það, en það er svona meira, ég held að það sé svona meira íhaldshreyfing heldur en raunverulega trúarheimspeki fyrir mér, en ég er alls ekki að segja að þessi slagur sé unnin í Bandaríkjunum, hann er það alls ekki sko. Þessi minna að það sé verið að kenna sköpunarsöguna í skólum Já, ég meina það er alltaf ekkert það hér á landi sko. En það er klárlega vandamál þar. Þegar þú og fleiri taka þátt í þessu umræðu hér, þið þá að flytja inn umræðu að utan, sem hafði kannski ekki sama tilefni? Já, við erum raunverulega dálítið að því, en það var þetta náttúrulega einhverju marki hobby okkar að tala um þessa hluti. Og það endaði dálítið þannig í þessum kommentakerfum vantrúar og á mínu bloggi og viðar að maður endaði oft í rauninni hugmyndaslag við örfáa sköpuna sinna á Íslandi. Maður dróð á eiginlega að sér. Þessar 14. Þessar 14 eða 15 heittrúðu sköpuna sinna, þeir komu þarna til þess að rífast með blogginu og það er náttúrulega bara bráðfyndi í sjálfu sér. En fólki sem er með svona daglega passíva trú nennir ekki svona rökkraðana sko. Nei, ekki kannski við bókstafstrúamenn og sömuleit eru vantrúamennin eru náttúrulega bókstafstrúamenn, það er nú verið bent á það, þú kannast við það að það eru eiginlega einu mennindir sem að trúa sko biblíunni bókstaflega, það eru vantrúamenninir sem er alltaf reyna að sanna að það getur ekki verið að heimurinn hafi verið skapaður á 70 eða 60. Þetta er náttúrulega sko fíblagangurinn sem við vorum alltaf að díla við og ég sjálfur að maður var alltaf sakar að vera bæði trúaður sjálfur sem að maður mótmælti alveg ákaft og svo var maður líka sakar að vera alltaf að andmæla trú sem ekki til eða væri bara mjög fámenn og það fannst okkur aldrei sjálfum sko. Það taka bókstaflega texta sem að enginn kannski annar tók bókstaflega. Akkurat, og manni fannst maður ekki vera því þó að maður væri alltaf að eldast við einhverja nánast bókstaflega fullinningar. En já, trúarheimspeki er bara mjög loðinn og það er mjög skrítið að tala um hana á þess að breyta einhvern veginn og reynir að tala um hana sko.
En svona 2005, ef við segjum það sé ártalið, hafði kristnin trú áhrif á Íslands samfélag, einhverju ráði? Já, en þetta var náttúrulega bara miklu undanhaldi held ég, sko. Það var ennþá verið að, sko, sérstaklega upplifði ég þetta í kringum siðmennt, sko. Ég er svona einn af fyrstu árgöngunum sem var fermdur borgarlega, held að það var 94. Og ég fann alveg fyrir því í samfélaginu að það þótti skrítið, öðruvísi. Og upp úr aldamótum er ennþá svona pínlegt að vera eitthvað að fara þá leið í samfélaginu og veraldlegar giftingar og veraldlegar greftranir og svo framvegis. Kannski ekki giftingar, það var nú alltaf verið algengt að fólk gifti sig. Já, það var alltaf hjá sýslumanni eða eitthvað, sko. En þá er kannski svona meira svona low profile giftingar. Akkurat, sko. En leið alltaf að vera með fallega trúlausa giftingu í meðförum siðmenntar, það þótti það jafnveg svolítið skrítið, sko. En svo var það alveg allt sem hann að breytast. En á þessum tíma gat maður samt ennþá verið að rífast, að fjalla neikvæð ummæli biskups eða neikvæð ummæli einhvers prests og svo allar þessar gömlu kreddur. Neikvæð umræðu þá gagnvart trúleysi. Já, og við náttúrulega vorum mjög kannski viðkvæmir fyrir öllu umtali að allar þessu klassísku hugmyndir að siðgæði komi frá trúnni og komi úr því menningabaklandi og alltaf þegar það var gefið skín að trúleysingjarnir hafi ekki þess háttar bakland og séu ekki með þessa menningu og þá þótti mann alltaf vera að tala niður til veraldlegar heimsmyndar, sko. Það gætir ekki orðið góð manneskja nema trúa. Já, einmitt. Þannig að þetta er kannski barátta hóps, svona mannréttindabarátta hinna trúlausu virðingu og viðurkenningu í samfélaginu. Algjörlega, og alls ekki, ég er ekki að gera lítið úr henni, sko, en það er svona, að hljóman er svo maður að gera lítið úr henni þegar maður svona talar þetta sem eitthvað liðið, eitthvað svona pínu skemmtilegt, en þetta var alveg svolítið alvarlegt, og ég held að þetta hafa alveg skilað árangri. Já, það er svo bara, mannréttindabaráttan, hún skilað árangri, en kannski svipmót baráttunar var náttúrulega rosalegur vopnagnýr. Já, og það er náttúrulega bara kannski það er kannski bara hobbyisminn, sko, því að menn hafði svo gaman að því að rökræða og fjasa og búa til fyrirsagnir og þannig að það þurfti alltaf að grípa þessi ummæli biskups og búa til svargrein og vona að hún fengi sem mesta lesningu og eitthvað svona. En maðurinn, hann Kristinn, sem að skrifaði greinarnar í dag, það er eins og hann horfir svona tilbaka í þessu tíma, ég er ekki að segja að hann sé að segja að hann myndi ekki vilja hafa gert þetta, alls ekki, en hann myndi ekki vilja gera þetta í dag. Nei, kannski bæði náttúrulega því að hver er munurinn? Alltaf bæði kannski að því að það er ekki lengur ástæða til, ekki sama ástæða til og svo er alltaf bara breytur. Og hvernig breytist þau? Mér fannst bara í þessu heimsbygginámi þá opnaðist bara fyrir mér sú þekking að hugmyndakerfin sem við búum við eru fleiri en eitt og ef þú ert alin upp í vestrænni efnishyggju, svona vísindalegri nálgun, ef þú ert alin það rækilega upp í þeirri nálgun að þú hefur ekki nokkurt skilbragð á að séu til aðrar hugmyndir, þá skilur það bara ekkert. Og hefur ekki einsinn inn í það og missur það af ykkur eða? Ég held það, sko, já, og ég er búin að vera að hugsa mikið þetta, ég skrifaði líka BR-gerð þessi máli eiginlega hún er reyndar hún heitir heimsbyggja hugvíkandi efna og það eru sem sagt hugmyndir eins og Meginlands heimsbyggin og Hegel og hughyggjan og allt þetta. Þetta eru hugmyndir sem að fólk getur ekki skilið nema það eyði verulegum tíma í að grúska í þeim og það er engin að því í dag, sko. Það er engin vestrænn vísindahyggjumæður að leggja sig eftir í að skilja Hegel og af því að það er þannig þá bara halda menn að þeir hafi skilning á einhverju ef þeir geta nota örfá orð til það lýsa því. Eins og dæmis ef ég myndi lýsa kristninni þannig að kristni sé trúa á Guð sem skapa heiminn. Það er náttúrulega brjálega útfullnægjandi lýsing á kristni. Og að samanskapi er
öll almenn umræða þessar heimspekilegu hugmyndir mjög ófullnægjandi og mjög lítið lýsandi fyrir hvað er raunverulega innibera. Og eftir að ég upplifði það að ég hafi svona séð hina liðina á þessu, þá sá ég sjálfa mig sem bara algjörlega skilningslausan á þessum tíma. En það er ekki þannig að þú sitt orðin trúaði maður eða þú... Mér finnst það alls ekki, sko. Nei. En það mætti við deilum það. Þannig að það sem þú ert að gagnrýna er kannski svona ein einfalda veraldhyggja sem að þú notaðir og margir í trúarbragða deilunum upp úr 2005. Algjörlega, já. En það er ekki þar með sagt að þótt að þér finnist hún vera köld og heimsk og einföld. Að það er ekki þar með sagt að þú setja afneita að það að vera trúlaus. Nei, alls ekki. Ég held ég sé trúlaus, en þegar maður er búin að velta sér upp úr heimspeki þess að það er þessar klassísku hugmyndir sýnd og reynd og hvort að vitundin geti nálgast veruleikann og allt þetta dót. Öll þessi meðvitundum að tungumálið er ekki hlutlaust og að ákveðin hópsál samfélagsins mótar hvað við höldum heiminn. Þegar maður er búin að dvelja dálítið við þessar hugmyndir þá má eiginlega deilum hvort að við séum eins tengd þessari efnishyggju og við höldum í daglegu tali og þess vegna held ég að sko, þessi daglega vísindalega umræða Vesturlanda við erum orðin alveg blind á hve tæknileg hún er og fjarlæg jafnvel bara raunveruleikanum. En þá og fullnægi okkur ekki sem manneskjum við að skilja sjálf okkur heiminn. Já, það er algjörlega líka hluta því sko. og það er einmitt það er einmitt svo áhugaverð nálgun finnst mér nú orðið sko, að ég er búin að vera að velta fyrir mér þessu konsepti sko, að það var til dæmis þunglindur trúleysingi og þér finnst lífið tilgangslaust og erfitt eins og til dæmis Albert Camus kom inn á ef þér finnst spurningin bara að vera annarkvort á ég að kála mér eða hætta þessu eða reyna að halda áfram ef þú sérð engan tilgang og ekkert inntak en ert á sama tíma að berjast gegn því í sjálfum þér að opna á einhverjar skrýtnar hugmyndir það er eins og maður sé bara að taka þá afstöðu af einhverju þrjósku að skoða ekki hugmyndir sem getur verið skemmtlegar og ég þekki alveg fullt að dæmi það að menn geri þetta þeir bara eru stoltir af því að skoða ekki skrýtnar hugmyndir. Það séu merkingarlausar og utan sviðsins sem við teljum mikilvægt eða raunverulegt eða praktískt. Og þá ertu náttúrulega að fordæma það sem þú þekkir ekki. Algjörlega, það er það sem maður er að gera. Og þá kemur náttúrulega þessi góða spurning, sko, hvar fer vísinda nálgunin yfir í að vera vísinda hyggja? Þessi vísinda trú getur ykkur satt. Já. Það er eins og þú væri að lýsa þarna heittrúa manni sem ekki þorir að hleypa inn öðrum hugsunum. Akkurat. Ítrið frá sér. Og hvort maður gefur þeim séns eða skoðar þær eða reynir að upplifa þær. Ef maður gerir ekkert að þessu, er maður þá ekki rauninni búin að velja sér að einhverju undarlegri þrjósku eina nálgun við heiminn. Og er það ekki trú? Það er náttúrulega ekki trú í alveg sama skilningi og þessi trúarbrögð eru það, en það er samt sem áður ákveðin svona vitsmunaleg þrjóska. Og ég er búin að vera að velta mikið fyrir mér hvort að þessi heimsmynd sem að ég er svona hálfpartinn barist fyrir, hvort hún sé bara of leiðinleg. Og mér finnst það einlega í dag. En hvort var þetta svo hugmynd sem að þú barðist fyrir, sem er þá að fá að vera trúlaus í samfélagi, sem er svolítið mótað af menningu og sögu trúabræða, eða var tækin sem þú notaðir, voru þau leiðileg? Af því að áðannast er að segja sko, að það er hægt að vera trúlaus á þess að vera með svona þunna trúa akkurat, einmitt. á mælistokkin. Já, ég held að sko, verkfærin sem maður kýs að nota í vísindahyggjunni
þá kýs maður að líta svo á að ekkert sé raunverulegt nema það sé mælanlegt og prófanlegt eða standi í ykkur röglega samhengi við eitthvað sem mælanlegt og prófanlegt. Það bara örlítið brot af þeim veruleika sem við lifum í. Það bara örlítið módel af litlum hlutans. Það held ég hljóti að vera alveg hægt að segja það. Og við vitum, við upplifum það að tilveran sé mjög margslungin og þessi örfáu kerfi hugsunar sem að hægt að nota alltaf að prófa hlutina, það mjög ólíklegt að þau ná utan allt saman, sko. Allavega ekki okkar tíma. Við erum komið svo skamt að... Þannig að þetta Það voru maður að tegja sig yfir eitthvað gamalt. Já, og svo náttúrulega, það sko svona ákveðin þrjóska eða þröngsýni eða eitthvað hlis að líta svo á að hafi hluturinn ekki, eða hugmyndin ekki einhvers konar praktískt gildi eða passi við hitt mótilið, þá eigi maður bara ekki að tala það og ekki hugsa það og ekki reyna einu sinni. Og það náttúrulega sagði Wittgenstein sem fræktur orðið, sko, að það sem hún getur ekki talað eða átt ekki að tjá þig og ekki reyna einu sinni. En svo má segja hann hafi svolítið snúið frá því seinni tíma Wittgenstein. En allar þessar hugmyndir eru bara mjög skemmtilegar og í seinni tíð finnst mér mjög gaman að búddískum nálgunum og Alan Watts og svona hugsuðum og ég sé þessar pælingar ekkert sem einhverja mótsögn við vísindalegu nálgununa eða efnishyggjuna, þannig séð, sko. Það breytist ekkert að þetta borði þó að ég tala til dæmis hughyggju og svo sem sagt bara svo sorglegt finnst mér og það það sem ég er búin að vera svona velta fyrir mér undanfarið að hvort að heimspekin geti verið einhvers konar gluggi inn í skemmtilegri heimsmynd þar sem að þessi fræga pæling, sko, þessi fræga skiptingum hvort að hugurinn sé ástand í efninu eða efnið sé ástand í hugunum og það hljómar alltaf alveg kostulega fyrir vísindahyggjufólki að tala efnið sem ástand í hugunum en þetta samt sem áður hugmyndir sem að heimspekin er búin að vera að berjast mikið við því að í málnótkunni þá gera það alls konar slys sem að að þessum landamærum og þegar maður er búin að grúska svolítið þeim þá verður þetta bara alveg valid pæling að hugsanlega sé tungumál sem lítur á efnið sem ástand í hugunum meira lýsandi fyrir okkar veruleika heldur en hitt og skemmtilegra og skemmtilegri Þú voru að segja það nokkur sinnum þetta í hug Felix Krull sem er skáldsagnapersóna sem að Thomas Mann bjó til. Hann mjög snemmi í bókinni þá kemst hann þeirri niðurstöðu að þessi svona tvær megin leiðir sem getur valið sér lífinu. Annars vegar að líta á heiminn sem lítinn, útskýranlegan og skiljanlegan eða stóran, óskiljanlegan og kaotískan. Hann hafði ekki hugmyndu hvort það var rétt en hann vissi að þessi stóri var skemmtilegur. Þessum að valda hann. En það nákvæmlega málið, sko. Og líka, sko, í hughyggju-nálgunni og nú hughyggja rosalega skrítið orð. Fólk verður bara pirrað leið að heyra orðið, sko. En ef að vitundin sentral fyrirbrigði í heimspekinni, þá svona hlutir eins og tilgangur og merking. Þá það hugmyndir sem að þá mjög einhvern veginn raunverulegar og tengjast mér og okkur. En ef að efnið sentral pælingin og vitundin bara einhver tilfallandi afleiðing á einni plánundu í alheiminum, þá hugtakið tilgangur til dæmis það bara þvælist fyrir því að ég sé duglegur að eignast afkvæmi eða eitthvað, sko. Bara hefur enga merkingu. Og af hverju ættum við sem vitundir að velja okkur heimsmynd sem gerir ekkert ráð fyrir okkur sjálfum. Og ég alltaf svona meira og meira að velta fyrir mér, ég alltaf meira og meira að komast þangað og þeir alltaf að spurja Kristinn Theodorsson 2005 hvað varst að pæla? En þetta allt saman mjög áhugavert og auðvitað
á maður bara að hafa gaman af hugmynda umræðinni sko. Og það er svo sem alltaf gert sko. Ég hafði mjög gaman að þessu þræsi trúarbröðin. Já, þú hafði kosið svona hlutverk andmælandans og gagnrýndans. Já, og ég reyndi nú alltaf að vera. Þá ertu búin að vera á svona vappi í Hofgarðinum svolítið lengi. Já, ég er búin að vera mjög seinþroska í þessu. Já. Útskrifast úr þessu bíanámi á 47. ári. Já. En já. Og þú ert að leita eins og við gerum hérna í... Já, þetta fannst mér líka svo... Og meðal annars að leita tilgangi vegna þess að það er hérna, ég held að það hafi nú verið bara meldt í sálfræði að það að hafa tilgang í lífinu nokkuð líður betur. Já, akkurat. Og von, þá eru komin hérna úr kannski huglægu yfir í svona nærði að vera eins og trúarlegt, að það er trúmargra að ef þú missir vonina þá eiginlega hættur að vera maður og hættur eiginlega geta staðið undir sjálfur. Já. Það er eitthvað sorglegt það sem maður sér er vonlaus maður. Það fannst manni rosalega pirrandi gamla dag. Það var alltaf verið að segja við mig að ég væri leitandi. Já. Og ég var með svo mikla fóbíu fyrir allir trúar hugtakanótkun. Þú taldi líka að vera búin að finna þetta svorin, eða ekki? Já, ég var alltaf... Í þessu módeli... Já, og það er líka svo fyndið, sko. Mér fannst ég samt vera mjög hóvær, sko, og lítilátur með þetta, því að mér fannst ég raunni bara að segja að þetta er þekkingin sem við höfum. Þetta allt saman eru fínar hugmyndir, en það eru ekki raunverulegar, eða það eru ekki staðfestanlegar. Og við getum bara að tala um þar sem eitthvað skemmtilegt grín, en þetta eru staðreyndirnar. Og svo hefur náttúrulega nálgun mín til þessa kannski svolítið breyst, sko. En já, þetta Ég veit ekki að það tengist þessu máli, en mér finnst svona undanfarið, þá hafi verið ofta sagt við okkur að þetta maður treysta vísindunum. Þannig að það verið gegnum góðandi gennum COVID. Já. Tengist það, þetta er þessu eitthvað svona, stundum það þannig þegar svona hugmyndakerfi eru við að falla, þá verður heilarleikið þeirra meiri, sko. Ég heldur að það var vísindi síðan fallað eitthvað. Nei, ég er að velta fyrir okkur að það er svona, það er þessi krafa og maður eigi að afsala sér einhverju svona ákvörðunum eða öðru slíku heldur bara að treysta vísindunum sem er eiginlega, sem að kirkjan var að segja okkur. Það er aldrei góður punktur. En ég veit það svo sem ekki, sko. En ég sammála því að eins og margir hafa alltaf verið að benda á frá upphafi, sko, að eftir því sem að trúarlega baklandið svona minnkar þá verður dálítið þessi veraldlega stjórnsýsla einhvern veginn það eina sem er eftir og þess vegna sko hef ég raunni ekki áhuga því að við finnum einhver ný trúarbrögð, einhver nýjan Guð og einhver nýja biblíu en ég hef dálítið áhuga því að við upphugsum nálgun við að kenna ungu fólki heimspeki að hugmyndasagan sé miklu áhugaverðari heldur en bara vísindahyggjan. Þetta er ekki bara endurreisnin og svo upplýsingaöldin og svo hinn dásalegi nútími. Akkurat, sko. Og hitt sé allt grá, forneskja og myrkur. Já, ég meina það, nú er verið að tala um það sko að einmannaleiki sé bara eitt stærsta vandamál samtímans og það er eitt af því sem ég upplifði í þessu grúski mínu er að til dæmis þessi einhyggja heiminn sem að hughyggjan er hún segir til dæmis að við séum öll hugsanlega ein vitund og það er mjög framandi og ögrandi hugmynd en hún líka mjög skemmtileg og í þeim skilningi sáðu hipparnir sko, bítlarnir þeir sáðu sko I am you and you are me og það er bara dálítið notaleg tilhugsun þannig að þú ert ég og ég er þú af því við erum hluti af sama batterínu og eigum margt sameiginlegt stundum finnst mann eins og það sé lítið brota manni sjálfum bara inn í mér það er langstæðsti hlutin af mér er á milli mín og annars fólks Akkurat, og ef ég vil stækka sem manneskja þá er miklu öðra fyrir mig eða miklu skynsalega reyna að stækka þann hluta heldur með að vera að stækka eitthvað reynd Algjörlega, mér er stór hluta því sem að þú ert og sem ég er bara bókstaflega það sem við erum í menningarlegu samhengi við hvort annað sko. Og og
vestræna einstaklingshyggja okkur sem afmörkuð dýr og afmarkaðar vitundir. Hún í sjálfu sér svolítið kuldaleg og afmarkandi. Það að sjá heiminn örlítið öðrum augum og sjá okkur meira sem svona eitt element. Ef að það hreinlega bara gefandi fyrir geðið, akkur ættum við ekki að sjá þannig. Svo getur hitt líka verið grimt. Þetta náttúrulega, við lifum svona endalok nýfrönskutíma sem svona einstaklingshyggja, sem að trúi því að besta leiðin til að byggja upp samfélag var að hver hugsaði bara sjálfan sig. Að okkur bæri raunverulega ekki að hugsa þetta í sameiningu, hvað svona samfélag eða heimi við viljum byggja upp. Nei, nákvæmlega. Og við erum í svona, við erum alltaf í vandamál út af því. En svo þessar hugmyndir allar að sjálfsögðu, það mjög huglegt hvort að maður upplifir svona eitthvað sem fallegt eða ekki fallegt, sko. En það kannski líka bara fjölbreytileiki í samfélagsins. Ég var einmitt að hugsa það áðan, sko trúleysingjar reyna ofta að selja veraldarhyggju þannig að ef þú hlustar á Carl Sagan, ef þú hlustar á hann tala að við séum öll stjörnurík og geimurinn sé ótrúlega magnaður og allt þetta dót, sko. Hann það náttúrulega, þetta náttúrulega æðislegt fyrirbæri þessu heimur. En ef þér finnst það ekki mjög heillandi mynd, þó hún sé falleg, þá viltu kannski ykkur aðra mynd. Og í trúleysinu þá látum við dálítið eins og að það eigi yfir alla ganga, sko. Að ef þú getur ekki lifað með því að heimurinn sé kuldalegt, efnisæðilegt place, þá bara too bad for you, sko. Þínar aðrar hugmyndir eru ekki sannar, sko. Þegar maður hlustar á fólk deila trúarbrögðana slíkt þá hugsa maður oft að fólk sé blind fyrir því að við erum bara öðruvísi svona ólíkt samansett. Sumir hafa eflaust eitthvað svona rökfræðilegan botn í sinni sál, en aðrir hafa bara eitthvað allt annar, sko. Og það eiginlega vonlaust að tróða sinni svona tilvistarlegu sýn á sjálfan sig í heiminum upp á annað fólk, sko, því að þetta náttúrulega að sömuleyti þetta uník hvert fyrir við erum svona kraftaverk hvert fyrir sig og heil alheimur hvert fyrir sig og þegar við hverfum þá hverfur heil alheimur, þannig að það svolítið verið að horfa fram hjá þessum svona stórfengleika vitundarinnar og lífsins með því að ætlast til að allir séu bara góðist að sömu niðurstöðu. Já, og akkurat þetta orðalag, sko. Talandi leiðilegan heim. Það er rosalega mögulegt. Með dauða hvers og eins hverfi heil alheimur, sko. Þetta er náttúrulega eitthvað sem maður hefði verið bara pirraður yfir, sko, í vísindahyggjunni, sko. En Verðu, en ég ætla að spyrja mig. Það er komin á, já. Þegar þú skrifa, ég veit að svona 2005 að þá hefur örugglega einhver kristinn maður sagt við þig að já, þú getur veifað þínu trúleysi núna, en þegar á reynir, Kristín, þá köllum við öll eftir Guði. Þegar þú nefnir svona persónulegt áfall sem að verður vannst fyrir inn í greininni, þess vegna spyrja þessu, annars vegar þetta sem var sagt við þig sem að ég veit ekkert hvað hæft í því ef að snúðum allir kalli á Guðs í vanda. En það að eitthvað svona sem svona persónuleg upplifun, sem svona eitthvað svona sálarháski, þá kannski dugar illa svona vísindahyggjan. Já, þetta var náttúrulega mjög klassísk ádeila á trúleysisumræðuna og þessi hvað heitir alltaf orðað á ensku verður alltaf eitthvað there are no atheists in the foxholes, eitthvað svoleiðis. En já, það er alveg góð pæling og það gerist nú ekki hjá mér heldur núna, sko, núna þegar Það er sárt að tala þetta. En þú skrifar það að kona þinn nákomin hefði tekið eigið líf. Já, ég er svo hressilega nefni þetta við því að þú skrifar þetta. Ég er bara svo tilfinninganæmur gauður, sko, ég get aldrei haldið í rómnum, sko. En já, systir mín tók eigið líf. Og það breyti einhverjum hugmyndum beint, sko. Ekki þannig að ég færi að efast heimsmynd mína eða vona að Guð kæmi eitthvað svoleið, sko. Alls ekki, en þú kaust að nefna þetta í samíkinu sem þú varst að fjalla í greinum. Já, í greinni ákveði að nefna þetta af því að
mér fannst allt í nú eftir á hyggja að kannski sé það svona siðferðilegt hlutverk að taka þátt í því að skapa heimsmynd og menningu sem að fólki líður vel í. Og kannski sé ég bara ekki að því. Þú sett ekki að því? Já, eða sko hafa ekki verið í þessari efnisíkju nálgun sko. Ég hafi samt verið að berjast fyrir því að ofan á yrði heimsmynd sem að mér finnst ekki sjálfum sérlega notaleg sko. Og öðrum kannski ensíður. Sko. Og það er samt sem að eins og ég kom inn á áðan að það er auðvitað samt persónumyndið og sumum finnst stjörnureiks nálgunin æðisleg og heimurinn frábær sko. En það er ekki endilega öllu sem við líð þannig sko. En þá ættu raunverulega að kalla bara eftir svona meiri mannúð og mildi í samfélagi. Já. En það er lærdómurinn að sína hvort öðru meiri virðingu og... Ég skrifaði þetta aðeins þetta í ritgerðinni minni sko að í búddisma og austrænum hugmyndum það er dálítið minni áhersla lögð á að einstaklingurinn sé raunverulegur sko, egoið sé blekking og þetta allt. Og það er hugmyndi fyrst mér dálítið vera það að við séum ekki svona óbáslega aðskilin eintök og þessi bratta hugmynd að einstaklingurinn sé standi einn og þurfi að sko og sé gegn heilt inntak. Þetta séu ekkit endilega góðar hugmyndir sko. Auðvitað geta alveg verið góðar í einhverju þróunlega samhengi sko en það geta alveg verið gagnlegt að vinda ofan að þeirri hugmynd. Þessari svona stífnu ákveðni sem að fylgir því og svona það sem að fólk lætur oft yfir eins og það sjálft einhvern veginn egoið í sér sé einhver heilagur það sé einn heilagi gral sem er kannski ekki nema bara eðluheilin sem við erum með sem bara snýst til varnar og flýr eða ræðst á. Já. Við vöknum á morgnana og hugsa hvað skildur hef ég í dag og hvað hef ég gert í gær og hvað alltaf ég ber ábyrgð á þessu og ég er þetta og þetta en í sömu skilningi þá er þetta alls ekki svona stór hluti af því sem við ættum að vera að hugsa sko. Þegar ég hlusta á þau þá er ég alveg viss að þessi mikill fjölda fólki sem að hugsa á svipuðum nótum. Þegar einhver leiti lifum við tíma það sem er komið svona þrót í einstaklingsíkjuna og við förum ekki mikið lengra á henni sko. Við búum samfélagið er ekki, við erum ekki, þú talar einmannarleikan. Það er náttúrulega merkið þess að svona samfélagið á millum okkar sé að sko þotna upp og deyja. Já, vonandi ekki sko en það er aldrei eins og við séum á einhverjum landamærum núna þar sem að sérstaklega nú er náttúrulega rosalega mikið talað unga drengi og þeirra nálgun við lífið og já, það er aldrei eins og að þurfi einhverja menningabreitingu. Andlega vakningu myndi Já, ég hefði orðið brjálæri því fyrir 20 árum sko, ömurlegt orð. En kannski er það bara ágætt orð. Gerur ekki mun á andlegri vakningu eða trúarlegri vakningu? Jú, maður var náttúrulega bara með hálfgerða svona trúar hugmyndafóbíu. Ekkert sem hljómaði þannig, mátti vera rétt eða mikilvægt. Við erum svona langa skynjara sem að titruðu eða var eitthvað sem myndi á kristni. Mér leiði og einhver kallaði mig leitandi eða eitthvað sko. Herðu Kristín, takk kærlega fyrir að koma inn og spjalla. Takk að þú bleið. Það er einmitt svona samtal sem fer fram víða við dúglagt vaxdúglagt eldursporð þar að fólk er að velta fyrir sér. Já, vonandi eru bara margir að hugsa skemmtilega hluti og eitthvað kemur út af því. Já. Takk fyrir að skrifa þessa greinar inn á Vísi innan frasi sem ofta þar er. Já, er ekki skrítið að innan pælingar efnahaginn og hvalveiðar
sé einhver ennþá að tala trúarbröðin frá 2000. Mér finnst það ekki sko. Mér finnst ég er svona gamall blaðamaður og upplýði það alltaf að blöðin ætti að vera bara ótrúlega margbreytileg sko. Það rúmaði allar hugmyndir og alls konar tón og geti verið vangaveltur og geti verið kvöss og allt saman sko, því að þannig einhvern veginn samfélagið okkar. Já, kannski það maður að skjóta sér inn aftur. Já. En eins og segi þá er ég myndið að velta fyrir mig hvort það sé einhvers konar, hvort það sé hægt að kynna þessar erfiðari heimspekilegu hugmyndir þannig að almenningi þykja skemmtilegar. Það er kannski ekki hægt. Það er gaman að reyna. Ef að þú trúir að það sé gagnaði. Ég held það sko, en ég held að vera mjög erfitt að koma með framfæri í þessu umhverfi sem við erum í dag. Það var einn guðfræðingur, ég held að það verið einn af þessum þjóðverum á 20. öld. Hann sagði einhvern veginn þá verið að trú var í einskisvirði nema að vera hægt að nota hann eins og hvort annað eldhúsáhald. Þannig að það væri svona eitthvað sem væri upphafið eða geymt einhvern veginn væri eiginlega til einskis. Trú væri til notkunar í daglegu lífi í svona þeim sálarhásk og erfiðleikum sem við erum. Það sama ætti líklega við heimspekina þína. Já. Hún er til einskisvirði eða ekki að nota hann eins og brauðnýf. Það er algjörlega rétt og hann var alltaf vandamáli sem að Marx var að reyna að bregðast við að heimspekin væri bara einhver pælingar, einhver fílabeiðsturni en var ekki að hafa áhrif á samfélagið. Og það er alveg hárrétt, það væri gaman að hlutinir hafi áhrif á samfélagið. Marx reyndi það. Marx reyndi því. Náði miklu breytingum. Það tókst, en hann hafði ekkert endilega góð áhrif en hann má deila það. Það má deila það. Herðu, Kristinn, kæra þakkir aftur. Kæra þakkir. Og þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég minni á að Rauðaborðið er hér aftur annað kvöld á þriðjudagskvöldi klukkan 8. Sjáumst þá.